Já, komið sælir kæra áhorfendur og verið velkomin í beina útsendingu hérna frá Síminn Invitational skákmótinu þar sem að 16 af sterkustu skákmeisturum landsins mætast í útsláttarkeppni. Í kvöld fara fram 3 síðustu einvígin í 16 manna úrslitum og við fáum hörkuspennandi einvígi. Við byrjum á einvígi alþjóðlega meistarans Davíðs Kjartanssonar og fítimeistarans Símons Þórhallssonar. Næst sjáum við einvígi alþjóðlegu meistarana Hilmis Freys Heimissonar og Dags Ragnarssonar og svo endum við á stórri viðureign stórmeistarana Vignis Vatnas og Guðmundar Kjartanssonar. Ég heiti Björn Jón Karlsson og með mér í kvöld eins og svo oft áður er Ingvar Þór Jóhannesson. Ingvar, þetta gæti orðið jöfn og spennandi einvígi, ekki satt? Ég vona það. Jú, við fáum 3 einvígi sem að pappir líti út fyrir að geta verið mjög svona jöfn og spennandi. Erum við ekki sammála það? Ég held það. Byrjum á Símon og Davíð, svo er það Dagur og Hilmir, báðir alþjóðlegir meistarar, og svo Vignir og Guðmundur, báðir stórmeistarar. Já, ef við byrjum aðeins á fyrsta einvíginu, Davíð og Símon. Símon hann er yngri, hann er stigalegri, en hann er kannski búinn að vera aðeins virkari en Davíð upp á síkastið. Akkurat, og teldi bara hraska á móti akkurat á hann. Vann þar sigur gegn Vigni Vatnar Stefánssoni, besta skákmann Íslands. Þannig að fyrirfram á pappirunum er náttúrulega Davíð stiga herri og með herri titill, alþjóðlegur meistari. En ég held að formið geti mögulega komið baki á honum. Símon er búinn að vera duglegur að tefla og mjög bráðóttur og vann sig einmitt inn í þetta mót í gegnum undankeppni, þar sem hann stóð sig mjög vel. Einmitt. Davíð er gamall refur í netskákinni og hann hefur oft orðið Íslandsmeistari í netskák. Já. Ef ég maður rétt bara fyrir hartnær aldarfjórðungi í kringum aldamótin, eitthvað slíkt. Já, alltaf verið svona nokkuð naskur í netskákinni. Bráðóttur. Og kannski hendar svona kannski auðveldra að setja í skokkröfunum og gefa ekki upp skítaglottið og með eitthvað trikk þegar þú hefur engan fyrir fram að þig. Það er eitthvað í skákstörum hjá honum sem að hendar í netskákinni. Já, einmitt. Önnur viðureign kvöldsins Hilmir Freyr og Dagur Ragnarsson. Það er nú svona viðureign sem að gæti farið í rauninni bara hvernig sem er. Algjörlega. 2 ungir og efnilega menn sem mætast þar, báðir í mikilli framför og já, báðir svona duglegir að stúdera og tefla. Þannig að ég held að það getur orðið bara háklassa einvígi. Akkurat. Sjáum skemmtilega byrjanir og hugmyndir og líklega baráttu. Það er nú lengjan með Hilmi ögn líklegri þó að muni ekki miklu. Já. En í einvígi Vignis og Guðmundar, síðasta einvígi kvöldsins, þar hefur lengjan mikla trú á Vigni. Já. Mjög mikla trú á Vigni. Þessu mikla. Setur 1,15 á Vigni og 3,55 á Guðmund. Já. Þannig að það er svona, ég tiss á því sko, en ég held að menn meinu ekki vann með þetta Guðmund. Nei, það er alls ekki auðvitað að vinna hann. Vigni vissilega harðar í netskákinni og góðu formið það var í 11. seti á Title Tuesday. Einmitt. Fyrir viku tæpri. Hann hefur verið að stríma það á Vigni Vatnar stríminu sínu. Einmitt. Og þar eru náttúrulega sterkustu skákmenn heims, Magnús Carlsen þar á meðal og fleiri góðir. Og Vignir hefur sýnt það að hann stendur alveg jafnfætist þeim á góðum degi. Algjörlega. Það verður gaman að fylgjast með því. En Símon hefur tekið þátt áður í þessari keppni og fekk þá það mætti hann Guðmundi. Já, hann fekk harða magalendingu á móti Guðmundi. Já, það sér enga veginn á strik. Nei. En það spurning hvort að skrekkurinn sé svona farin úr honum við það og mætti svona betur tilbúin í dag. Einmitt. Það er áhugavert ef maður skoða tölfræðina hjá Símoni og Davíð. Þeir hafa telt saman 10 reiknaðar skákir og staðan í þessum skákum er þannig að Símon hefur fengið 1,5 vinning og Davíð 8,5 vinning. Já. Sem er aldrei athyglisvert. Og þannig að það er, ef að tölfræðin tala sínu máli þá ætti Davíð að vera mun líklegri en þetta er náttúrulega margar af þessu skákum aldrei gamlar. Þannig að það er kannski ekki alveg að marka það svona við daginn í dag. En áhugavert einhver síður. Eru þeir ekki komin á stað, strákanir? Já, nú býðum við eftir að þeir sjáum við hvort við getum fengið upp. Heldur séum komni með þetta upp hjá okkur. Já, hann er þetta komið.
Og það sem sagt Davíð sem að stýrir hvítumönnunum í fyrstu skákinni. Lítur út fyrir hann hafi leitað hérna í smiðju Björns Þorfinnssonar einhver leiti. Já, ef að renna Rennum hratt yfir það, já. Það var D4. Og það rétt hjá þér, það einhvers konar píramída. Píramídi, já. Davíð mikið í svona systemum. Hann teflir ekki aldrei verið mikið í svona hörðum teórium. Hann meira fyrir að fá bara svona stöður og svolítið, já, fyrir svona sníki manúveringar og trikk. Já, rétt, já. Það hendar hann líka ágætlega að sitja svolítið rólegur og bíða spakur eftir því að eitthvað gerist. Davíð með hvít hefur notað töluvert meiri tíma. Kannski eitthvað rið, þetta svolítið mikið tíma að fá strax í byrjun. Já, rétt. Símon heldur góðu tempói, hann með 2:22 á klukkunni. Davíð komið niður í mínútu og hann þarf alltaf að passa sig á þessu. Hann lendi ekki í vandræðum. Símon með trausta stöðu, mikla pressu hann á F4P. Já, við sjáum það að það eru þrír létta menn hjá Símoni sem að beina spjótu sínum á F4P. Við myndum giska á að Davíð ætlar að koma þessu riddara sem eru á F1 yfir að G3, þar sem hann bæði valdar F4P og hefur auga með því að hoppa inn á F5 eða ekki. Gæti verið að hoppa inn á F5. Mikið í þessum riddara tilfærslum. Hann gerir það. Hvað gerir Símon? Leikur hann G6 til að valda reytin eða leifir hann Davíð að fara inn? Hann leikur G6, já, virkar mjög öðlugur leikur. Pínlítið óþægilegt þetta A4-peð sem að Davíð skilur eftir. Já, sem að skilur eftir og megum ekki bara taka. Akkur ekki. Hann tekur það. Engin viðbröð Davíð. Engin viðbröð, nei. Þetta góðu pókerfeysi. Alveg ískaldur. Já, þetta dýrt peð ef að Davíð fari ekkert fyrir þetta og ég sé ekki alveg hver hugmyndin var með hróku D1. Nú B2-peði í uppnámi líka. Það var auðskipt á D8. Ég sé ekki, ok, ég myndi nú bara leika H5 held ég frekar en Kongu G7. Já, það er óþræðið ekki að gefa fyrir þetta. Kongu G7, já, það er betra leikur þetta. En manni sýnist nú þetta príl Davíðs á Kongsvagnum vera svolítið að grípa í tómt í augnablikinu. Já, riddari fyrir bara aftur á C5 og nú er bæði B3-peð og D3 reyturinn svolítið freistandi fyrir Símon. Ég myndi bara taka B3, hvítur að tefla upp á eitt trikk, leika riddari H4 F5. Já, það er rétt. Og við leikum bara hóta riddari F5 núna. Og vinnum þar með drottningu. Kongar H7, já, og fórnin á F5 að þá eigum við drottning F8 sem að valdar H6-peði. Já, við sjáum það eftir riddari F5, þá má drepa þann riddara og riddari drepur hóta drottningunni og peðin á H6 og drottningin getur hörfað og valda H6-peðið. Kyrfilega. Þannig að sókn Davíðs virðist vera að grípa í tómt í augnablikinu og Símon er 2 peðum yfir. Já, mér sýnist að mér skrifa þetta svolítið á, ég veit ekki hvað, eitthvað skrekk eða rið hjá Davíð. Þannig að Símon virðist að fá nokkuð góða byrjun. Sammála því. Og það getur oft verið mikilvægt að nýta sér meðbyr. Þetta er svo stutt einvígi að vinna fyrstu skákina. Það getur gefið svona gott búst. Heldur betur. Og við hefum séð það áður í þessum einvígum. Já. Sá sem vinnur fyrstu skákina, hann kemst ofta gott skrið. Já. Ég þekki það ein raun. Já, það er rétt. Það er rétt. H4, Davíð heldur áfram þessu poti sínu þannig á Kongsvagnum. Kannski gæla við að leika H5. Drottning Einar 6. Þvingar uppskiptið eða hvað? Hittar nú við, það er dronningin eitthvað reyti. Það er hann þá að forna manni bara til að reyna. Það er bara náttúrulega gerir ekki neitt. Ég held samt að hann verða að gera það bara. Staðan er það töpuð ef hann skiptir upp á dronningum. Það er rétt. Þetta er bara svona. Nú voru komin í spriklið. Já, klassist sprikl. Desperation in the station. Og slettum aðeins. Vandamáli er bara líka A-peði og svörtum er svo sterkt og hann er hann frekari kaupum. Já. Þá er þetta nú orðið. Hansi þunnur 13. Það er enda mátóttun hana. Já. Eigum riddari E7. Ekki fara að blönda með hróku D8 kúturinn minn. Drottning G7 hlýtur að vera lægi líka. Já, drottning G7 vildi vel út. Hann gerir það. Drottning E4, ok, hótaði skákinni hér. Riddari F6 skifið. Já, það er búið. Þetta var lípulega varist hjá Símoni og hann á nægan tíma eftir. Já, hann getur svona ákveðið hvort hann vilja halda hróknum eða bara taka á E8. Leika svo bara eitthvað riddari D6 og hann heldur hróknum. Já, þetta er sniðut. Því að
í einhverju stöðum með hrókutur eftir hugmynd og drottning F3 bara mát. Þetta var mjög klíniskur endir hjá Símoni. Hann var ekki hann var vel spattur þannig maður. Það var gamlega nefinn. Já. Já, þetta sammála því. Hann var virkilega hann bara fann bestu leiðin algjörlega. Í staðinn fyrir að setja sig við. Stundum gerir maður þetta, hérna, já, skiptir bara upp hérna endatabla eitthvað. Akkurat. Og svona lengir hjá sér svona leiðina að takmarkinu. Það var að Davíð sem hefur svart og Símon tefla. Já, Símon tefla þetta svona eins og nei, Davíð með svart, já, auðvitað. Já. Mér fannst Davíð tefla þetta með svörtu svona eins og Símon ætlaði að tefla Jópa á London að leika hana Asax sem að er eiginlega óþarfi í þessum stöðum sko í London system. Í London. Já. Að þú gastfengi bara eiginlega sömu stöðu núna með stuttarhrókun án þess að vera búin að leika Asax. Og það er alveg mikilvægt í London systema því að þá fær hvítur eitt að auka tempo til þess að planta rittarnum á E5 og styðja hann með F4 sem að flestir nú svona sammála að sé hvítum í hag. Svo ég tala um ef að Davíð ætlar að fara að hrókara stutt. Sá líka eftir drottning F3 og þá hvítur að yfirvalda hann E4-1 sem oft mikilvægt í þessari peðastöðu sem oft kent við grjótgarð. Einmitt. Og nær svartur ekki að setja rittarnir sinna á E4-1. Þannig ég held að þetta hafa aðeins misið hjá Davíð og Símon sé bara með fínt tafl, aðeins betra. Sammála því og Davíð ekki búin að hrókara og mun væntanlega ekki gera það. Kannski mun hann rölda kóngur. E-trebet í 4 allan daginn, já. Já, þetta lítur rosa vel út fyrir hvítan með hrókina. Stór hættulegt sko. Hann getur farið að brjóta þetta upp í framtíðinu með G4. Ég meina, kemur ekki bara G4 núna? Jú. Bara bomb á stað? G4 og G5 og já, alls konar leikir. Alls konar leikir. Og svo getur þessi hrókur jafnvel sveifla sér yfir á ángsöngin. Þetta Símon vantilega að vega með þetta núna. Gunnar fjórir. Hann gerir það. Þetta er óþægileg staða fyrir Davíð, hann er svolítið planlaus í þessu og hann leikur hérna B4 til þess að búa sér til eitthvað spil á drottningavegnum, svona hálfgerð minnihluta árás. Já, þetta er svona yfirleitt planið sem svartur verður að fara í og kannski ágætlega tímasett. Já, spurning hvort að Símon bara látið sem hann sjá þetta ekki. Hann leikur biskup B1, valdar þá C3 peða með drottningunni. Já, ég hef nú leikið þessu líka held ég. Þú veldur líka A2 peði ef að kemur drottning A3. Getur bara leikið hrókur E3 og eitthvað slíkt. Hrókur E8. Já. Nú spurning hvort að Símon láti vaða G5 með F5. Já. Langar kannski að leika F5 þessi hrókur E8 leikur svona sportnaði aðeins við því því að þá er komin auka pressa á E5 en kannski samt að leika F5, ég veit ekki, hann dreif bara D7 kemur það eilítið óvart þessi rittar stendur vel og svona bindur svarta svolítið niður. Saman að því ég er óþarf að hérna að því hinrittarinn er ekki tilbúin að koma í staðinn mitt að því hann þarf eiginlega að hanga á þessum E4-1. Þetta þarf eiginlega að virka núna hjá Símoni. Nú held ég þessi spurning hvort að já, hann hefur aðeins svona mistigið sig í sókninni. Aðeins mist þráðin, já. Já, og einhver leikur eins og kongur G7 bara svona halda valdi á kollunum. Þessi þetta dögur líka. Já, bara spurning hvort að það sé ekki bara hvíta kóngstana sem er veikari og peðin. Já. Það er rétt. Eftir rókakaup og ég segjum bara kongur G7 fyrir F6 þá held ég tæki nú bara frekar svörtu stöðuna. Dreifandara með rittara. Hádreipur allan daginn. Já, Símon lítur að vera aðeins vektur. Hann var mjög góð tök á stöðuna áðan og já. Aðeins fjara undan þessu. Við bara koma rittaran með spilið. Kannski hægt að fara með hann á D6 en ég myndi bara leika kongur G7 rittar F6. Já, lítur út að vera mjög traust. Og af því að svarti kongurinn er svo vel varinn af þessum peðum hérna á miða við hvíti kongurinn er best skjaldaður, það var svona kannski, skulum við segja, praktískari sénsar fyrir svartan. Ég myndi að segja dróning H3 og einhverjum tímapunkti kemur líka til greina. Já. Það var kannski óþarf að spila í út núna strax, ég veit það ekki. Símon fallast eftir uppskiptum.
kannski geta leikið bara drókning B8 sjálfur sko. Ok, drókning B6 eða H6 segi, þetta smá óþægilegt rittarinn gæti fara B3 þá valdar hann C1 en þá valdar rittarinn með drókningunni. Nú kemur rittarinn á vettvang. Já, ég ætla nú að hendi veðmála Davíð í þessara stöðu, þetta hendur hann vel. Nú spurning hvort það rittari E4 fari ekki að vera óþægilegur. Já, hann leikur bara strax. Vegna þess að þetta mjög óþægilegt. Þessi biskup svo svakalega sterkur hérna. Við höfum ekkert val, við verðum að taka E4. Já. Við verðum að taka með biskup. Annars tapar hvítur liði og já, tapar hann ekki bara liði. Hvað, hann langar reyti, hann langar leiki. Ég held að hvítur sé að tapa manni. Hann bara að tapa manni. Já. Það var vel tímasett og með mun tíma. Það var lúmst. Skemmtilegt trikk. Sjáum að ef að Símon drepur hennar rittara með, já, hann drepur hennar með biskup, núna hótaði þess að Þessi leikur var reyndast niður á mörguleiti, nema hvað, ég get drepa á D2 leiki E3 skák. Já. Eða hvað, er það? Eða byttu nú við. Hann leikur E3, ok, þetta var nú kannski já, þessi var sniður. Fínasta lausn. Er ekki bara þetta að hóta þessu rittara eða? Finnst mann eins og að sé bara ég er ekki bara drókning F4 leikurinn búið. Eða drókning F4, já. Rittar F6 strepi og svo móta F1-um. Rétt rittar F6 skák, drókning drepur og endar að máti hérna á Þetta breytir engu, þetta peð maður bara að drepa. Bara sama staða. Það er rétt. Það hafi gefið sér tíma í þetta. Hann leikur E2. Jú, það vinnur svo sem líka en já, þetta alveg gott eða betra en hitt, það skiptir ekki öllu. Nú er rittarinn alveg leppur. Allt unnið. Vinnur kallinn hana. Símon best áfram. Drókning E3 biskup D3 gefið. Já, hann vinnur drókningu. Já, það er rétt. Hann gefur þetta strax. 1-1. Já. Þetta er eins og við spáðum mjög jafnt, en þetta eru þeir félagarnir mjög áþekkir á skákstigum eins og við sjáum, báður með í kringum 2550 netskákstig. Já. Og svo er það að tefla svipaða byrjanir þar á ekki og nú fer Davíð. Nú var það Jópa á Londonin. Jópa á London sem er svona blæbrigði af hefðbundnu London system, rittarinn er hér í staðin fyrir peð. Og hugmyndin með þessu er ofta ná kannski meiri sóknarfærum hraðar heldur en í hefðbundnu London system og Símon fyrir með rittarinn svona H6. Já, aðeins og ónýlegt. Fyrir ekki jú, er ekki, jú, Símon er með svart. Það er rétt. Já. Já, hefur séð þetta áður á móti? Nei. Jópa á London? Nei, þetta er ekki eitthvað sem ég sé, sko. Ég hef pælingin að fara núna F5 bara og ná sér í eitt stykki biskupapar. Sýnist það. Mig grunar nú að Símon hefði jafnvel verið búin að undirbúa þetta af því að Davíð hefur nú beitt þessu kerfi áður. Já. Tældi þetta líka það hratt. Þó að sínum með aðeins verið tíma núna, þá var hann bara nýbyrjar að hugsa, leikur C6. Það er bara svona peðsleikur sem að valda reyti þarna. Hann er ekkert að flýta sér að taka hann biskup. Nei, hann er ekkert að fara, sko. Davíð hefur ekki tíma til þess að bjarga honum með H3 og því að þá tekur hann og veikir peðastöðuna enn meira. Geti jafnvel farið með hinrittarann eitthvað að stað. Já. Þetta er ekkert ósvipað úr að tefla á þann, svona sull. Já, ég er bara að spyrja hvort að svartur taki núna bara. Taki báða biskupana? Báða biskupana? Já. Já, ég hugsa svartur getur verið nokkuð sáttu við útkoman úr byrjuninni hérna. Já, ég tel eiginlega. Davíð bara tefla á fyrstu 3 reytaröðunum, hann er ekki með mikið pláss þó hann sé með alla mennuna sína úti. Já, hann vantar svona. Nú er svona. Vantar rými á miðborðinu. Vantar peð. Já. Sem vantar miðborðið. Þetta er óþægileg hótun hjá Símon núna, A4 og Davíð bregst við með að leika A3 og nú getur Símon tekið biskupinn og gefið enn verra tvípið heldur en ef að Davíð hefði tekið með
með A-peðinu. Það lætur ekki mikið í sér en ég held að tölvuna seti þetta alveg sko vel yfir hálft peð á svartan, ef ekki meira. Þetta er ótrúlega þægileg stað á svartan. Nú biskupinn að G3 svolítið, hann getur svo vakna til lífsins aftur reyndar. Já. En það tekur svolítið tíma hann einmitt. Ég var að hugsa hvort hann leiki ekki bara riddara H6. Setur riddaran á F7 og það tekur hvítan töluverðan tíma að koma þessu biskup að G3 inn í tablið. Já, rétt. Hann þyrfti að leika F3 og biskup F2 seinna meir. En svartur klárlega að fara með biskupinn svona á E6 þar sem að þetta er stærsti veikleikinn hjá hvítum í augnablikinu og ég held að Davíð þurfi núna að reyna að endurskipuleggja liðið sitt til þess að lenda ekki í vandræðum hérna. Hann byrjar alltaf að reyna að laga biskup en hann þarf nú að byrja að huga þessu peði sem að er bara til vandræða. Já, ég finna. Biskup E6 og drótning F7 að koma. Þessi, ok, hann hefði getað leikið drótning F7, sýndist mér en riddari F7, F3 og kemur biskupinn að H6, menn svart þeirra komur öllum áttum hérna. Og róku D8. Já, þetta er rosalega þægilegt tabla svartan. Lítið mjög vel út og verður að taka riddar á ekki með leppur. Drótning C3 vantilega að fara úr leppurinn, þá geti ekki tekið á D3 ef ég vill. Gæti tekið á B3 segi ég. Já, gæti tekið á B3 og tekið síðan á D3, það lítur ágætlega út. Verðist unna peð. Unna peð en samt jú, gefur aðeins eftir en gefur aðeins eftir en ég held að neinu samt að taka þetta peð bara. Gerir það. Kom samt alveg til greina að tefla bara tablið. Því biskupinn var það sterkur líka. Gætan, nei. Hann dreipur bara kongur G7. Já, leika svona hægur leikjum reynir að bæta stöðuna. Það spurning hvort að Davíð geti Já, hvort hann er að sækja þessu A5 peði en eftir B5 að þá hóta svartur að leika bara A4 og hafa fulla stjórnastöðunni. Og ég veit ekki hvort að leikur eins og A4 hjálpi hvítum eitthvað. Geta alveg gert það. Allavega mögulega fixar hann einhvern veikleika hann á A5. Þetta er A4, B4, þetta er tilbaka. Slíkt. Tekur D-línuna. Já, vera D-línuna. Ég hef nú skotið en A4 hana. Já, ég er sammála því. Það verðist svona mjög korrekt leikur að hafa peð á A4. Líka bara því endatöflum þá varum búin að binda niður peð á B2 á svarturreitum. Ágætið stumulpettaregla fyrir þá sem heima sitja þegar við erum í endatöflum með biskupa. Það var ágætt að festa peð anstæðingsins á sumur reitum og biskupandi gangum á. Já, og þess vegna vill ég sjá A4 fljótlega hjá Davíð, reyna að fá hann á veikleika á A5, peðið þar. Og eiga eitthvað til þess að herja á í framtíðinni, svo biskup B6 geti komið á einhverjum tímapunkti. Jafnvel bara fljótlega. Ég held að hafi gert úrvinnsluna töluvert erfiðari þarna með því að leika ekki A4 sjálfur. Og gefur Símon sér tíma og leikur riddari D8. Hvert er hann að fara með hennar riddara? Þetta er góð spurning. Ég allavega til að byrja með E6 og það angast hann á F4 og D4 eftir aðtökum. Og valdar líka reyti eins og C5. Hann lítur vel út á E6. H4. Það verður gaman fyrir Símon að gera vel á Símon Invitational. Já, mitt. Já, Símon er mjög einbeittur og búinn að standa sig vel í skákir á undanferðinu. Við erum hérna að venju með Símanum, lengjunni, Collab og ljóslegarunum sem að styrkja við okkur. Drótning D6. Já, Símon heldur þessu svona bara undir kontról. Já, ok, B4. Það er sérstakur leikur verið að segja. Já, af því að hann er núna að binda PS-inu svörturreit og Símon leikur A4. Og nú er PS first. Það sem að Davíð var að hugsa ef hefði verið að kaupa B4 þá er hún í hérna á C6. Einmitt. En ég held að Símon hafi valið rétta leið. Það leika A4 og nú þarf hvítur að hafa í öllum endatöflum áhyggjur af því að biskupinn komist ekki inn á hann. Já, þetta er mjög óþægilegt fyrir Davíð og þessi biskup sem er hérna H6 hjá Símoni, hann gæti þess vegna farið yfir á F8 reitin til að stiða við einhverja framráðshæðar til að brjóta niður peðakjöðuna. Já, svona lúrir. Svartur getur svona byggt upp hægt og rólega.
Já, Svo byrjar biskup að fatta og reyna að leika CF með 10 tíma. Þetta erfitt og líklega þarf Davíð að færa núna rittan sinni yfir á kannski á D3 reitin mögulega til að valda eitthvað reiti. Fær maður nú C3 gefur eftir þá. Þetta D4 leikur hana, en þetta fýll leikur líka því nú hóttar hann beinlínis að fara inn og sé gerir það, nú en þetta er eiginlega vonlaust fyrir hvíta. Það er vonlaust, þetta D4 næstu leikur og þetta C2 Víst að þurfum að gera það, hann fer inn á F4. Þetta peð algjörlega sitting duck eins og menn segja. Hvað ætlar hann að gera? Já, hann fer bara B2 og C4, þetta alveg gjörsamlega búið núna. Þetta vel gert á Símoni. Manúver riddar hann á sterkar reitt og vinnur þetta peð sem við nefndum fyrir talsett löngu að gæti orðið skotmark ef það eru svörtur reitt og það gerir útslagi þessari skák. Og gefið. Og staðan þá orðin 2-1 og ég held að þetta þýði að við séum að fara í stuttapásu. Ingvar, örstutt skilaboð sem við ætlum að fá núna áður en við höldum áfram með restina af þessu einvígi. Ekki fara langt, kæra áhorfendur. Hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpa. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta að fara þig hálfgerður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Manlow. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys Twice. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Sælir aftur kæru áhorfendur. Þið að fylgjast með einvígi alþjóðameistarans Davíðs Kjartanssonar og fítameistarans Símons Þórðarsonar hér í 16 manna úrslitum á Síminn Invitational. Staðan 2-1 Símon í vil í hálfleik og þeir félagarnir eru byrjaðir aftur á fjórðu skákinu. Við skulum vinda okkur aftur í þetta, Ingvar. Já. Fáum það upp hérna. Davíð núna með bakið aðeins upp í vegginn. Endur hægsta, já, hann er þetta komið. Davíð með, já, bakið aðeins upp í vegginn, 2-1 undir. Og með svart í þessar skák sem athyglisvert vegna þess að alla skákinnar hafa unnist á svart hingað til. Davíð teflir hérna trausta uppstillingu á móti hérna í staða sem getur komið upp úr franskri vörn, sikkilega vörn og fleiri byrjunum. Vítu teflir svona algjörða kóngsinderska árás eins og það er kallað þegar maður stillir svona upp í, já, kóngsindar með skiptu litum. Einmitt. Og Símon með rittarann og C3, hann nú kannski oftar á D2-réttum sem hann hefur meiri aðgang að kóngsvagnum oft með einhverjum tilfærslum. Já, kannski eilítið klunarlegur rittur. Svona eðlir ofta að hafa einmitt peð á C3 og rittarinn á D2. Dæmis. Og spurning hvað Símon sér fyrir sér í þessu, hvort hann ætli, já, hann leikur rittar í E5. Hefur nú getað skotið á kannski drottning D2 eða eitthvað slíkt. Já. En hann býður Davíð upp á uppskipt á mönnum. Ég fekk ábendingum að Davíð hefði mistað góðu færi í þriðju skákinni. Nú? Þegar hann bakkaði með biskupið svona G3 og gæti að fara með biskupið á G5. Og hinn biskupið var að leppa FP. Já. Og rittar hans komin á D5 svona fyrir það sem að. Aha. Já, þetta nú kannski bara fyrir lengra komna en Dagur Ragnarsson sem að fara að tefla eftir, hann hérna frammi og benti mér á það. Einmitt. Já, þá var nú staðan töluvert önnur ef hann hefði séð sér leika borðið þar, en heldur betur. Stutt á milli í þessu og nú bara 2-1 fyrir Símon og Davíð þarf að ná í 2 sigra. Þessu þurfum við skákum, það er ekkert flóknara það, lágmarki. Minnum að það ef að keppendur fara yfir 3 vinninga þá vinna þeir einvígið. Þannig að Símon þarf bara 1,5 í viðbót. Biskup E6 hjá Davíð, síðasta leikur lítum ég út með mennina bara og Símon fer í uppskipti, hann eða smá tíma í að skipta upp á ritturinn og þannig. Og leikur H4. Þetta nú svona klassist poti í þessum stöðtypum að ég að íta peðinu á H5. Já. Davíð hefur engar sérstakar ágjur af því, fyrir sjálfur að staða á drottningvagnum, en spurning eftir þetta A4 á núni að C5 og svona reytavesinn kannski mögulega. Pínlítið óþægilegt þetta þegar sjáum drottning E7 ekki boðið út af biskupið D5, fyrir valdarpeðið, hann fyrir á A5. Þá Kynum bara jafnvel fólk að skipta menn, eða hvað? Það er kannski aðeins svo mikið. Leika B3. Já, hann eitthvað, hann geta leikið C-peðinu, hann geta leikið C3 eitthvað slíkt, bara til að valda þetta. Jú, er það ekki skynsamlegra, bara C3 og C3 og valda með drottningunni eða B3 og bjóða Davíð að gefa hennan mikilvæga svartadabesku fyrir hrók. Það er nú freistandi fyrir Símon að fá þá stöðu upp. Hann leikur C4, já. Já, það þarf svo sem ekki að og þessi leikur náttúrulega svolítið óþægilegu fyrir svartan vegna þess að það er leppun. Það má taka með framhjólaupi. Hann má drepa eða mátti drepa með framhjólaupi. Nei, já, hann leikur okkur D8 þannig að það er á seint núna. Já, þá rann sá réttur út. Það má aðeins taka með framhjólaupi í fyrsta leik eftir að peðinu leikið fram með 2. En nú hóttar hann taka D5 og C5. Já, það er athyglisvert svona leppunar vandamál hérna í þessari stöðu. Óþægileg pressa. Mér fannst einmitt að B4 væri svona aðeins snemma á ferðinni, getur verið varasamur. Já, einmitt. Mér sýnist að Davíð getur verið að lenda henni í smá vandræði með peðin sín. Já, ég sé ekki betur. Símon með tök á eiginlega öllu borðinu. Já. Davíð leikur þarna biskup D4, valda þá C5-peð og lokar D-línunni í augnablikinu og Símon valdar þá C4-peð sitt betur og rittar hann sinn. Losar drottninguna ef hann þarf á að halda. Og spurning hvort að Davíð, hann leikur hóku D7, já. Leikur hóku D7. Losarlega staða. Já. Svo
tilfinningin segir manni að sé eitthvað í þessu sko. Herðu, nei, ég sá næst í Biskup E3, ekki leikurinn sem að ég sá fyrir mér sko, ef hvíti biskupin hefur á G5 við getum tekið á D5, leikið drottning F3 ef hrókur D8 dreipir hrókinn á D4, hrókur upp á D5 kom að gefa sér hása smátt ef biskup var G5 smá fantasíu pælingar en þetta verður snú ákveðs leikur líka, biskup E3 hann greifur svolítið undan valdin á C5 Einmitt. Þetta er virkilega erfið stað hjá Davíð sáum, hann samt með hérna jafnan tíma Já, þeir eru kannski bara báður búin að nota óvinni mikið tíma, báður komið undir mínútur núna. Þetta er krefjandi stað, það er mjótt á mununum. Þess að hver leikur, sérstaklega svörtum, getur verið komið með töluverðum kostnaði. Og þess vegna er eðlilegt að Davíð sé að lenda henni undir á tímanum. Hann leikur okkur 7-8, reynir að hanga stöðunni og aldrei allavega riddarann. Nú kemur tekið á D5. Hann skýtur inn í að, já, er þetta ekki bara að hrynja hjá Davíð? Já, er þetta ekki bara að hrynja. Það var skemmtileg taktík, ég var ekki bara að sjá þetta. Við sjáum að biskupinn á E3 valdar í gegnum svarta biskupinn. Fínt orð á ensku fyrir þetta, svona X-ray, við hefum ekki jafn gott orð á íslensku fyrir þessa taktík. Nei. Röntgentaktík eða eitthvað. Já, við höfum verið að leika okkur með röntgen. Já. En hrókur drepur, vinnur peð, biskupaparið, lítur mjög vel út fyrir Símon Þórhallsson núna. Hann gæti verið að koma sér í 3-1. Davíð með verið tíma þar af ekki. Og mögulega fyrsta vinningsskákin með hvítu mönnunum henni í dag. Einmitt. Á hann eitthvað svona afgerandi til að klára þetta eða? Sé það ekki í fljótu bræði. Ég held nú að Davíð, já við tökum til þess að D5 núna, getur ekki? Nei. Ég biskup Háþur þessi leikur. Þinga fram einhverja veikingar. Ef til vill. Þetta er bara G6, ég hef nú haldið þessu peð inn og það er ákveðt að ofta að pota því að H6 í vissum stöðum. Það er algjör óþarf finnst mér að létta þarna, en kannski er hann að hugsa sér gott í glóðarinnar til framtíðar á skálínunni löngu og nota hálínuna með. Sjáum að svarta kóngstæðan er alveg gríðarlega veik hérna. Davíð fór til skiptamenn, er hann eitthvað að snúa þessu, hvað er að gerast? Það ætla væntanlega að skáka á D2 eftir. Já, þetta er eitthvað D2 skák. Það er að hristu upp í þessu En kongur H3 virðist nú hanga á liðinu, hvað er að gerast? Hann er ekki að vinna neitt lið og það er óþægileg pressa. Bæði er hrókurinn hérna í uppnámi og riddarinn leppur líka. En býtum við... Kongur F3, býtum við. Shit. Afsaki orðbræði. Það var shaky leikur. Já, ég hef farið fyrir... Kongur E8, nú er E5. Hóta bæði á E3 og riddar E5 skák. Dronning F4 á. Valdar allt. Það var einn leikurinn. Nú er Róni á C6. Davíð með 5 sekundur, verður hann ekki að leika bara hrókur E6 og valda, hann leikur drótning D7 bakkar. Hrókur G5. Það var spurning hvort að drótning F6 hefði verið óþægileg. Já, hann átti drótning F6 maður. Þessi leikur hrókur G5 gerði ekki neitt. Riddar í D3-urinn í mitti. D3 ofur yfir, en hann á drótning D4 í einhverju stöðum. Hóta Símon Reynir hann máti. Aftur, en hvað er að gerast? Það er ekkert máta búið að rjúfa hálínuna. Símon er alveg á lakkinu. Hann getur farið á taugum hérna, drótning G4 skák. Svartur á gangu til þráskák sýnist mér. Ef hann vill, en hann með betri tíma, á hann eitthvað sniðura. Hann tekur sénsi, riddar F3. Hann tekur sénsi, valdar C8. Erfitt fyrir Símon að leika, hann leikur af sér hrók. Ok, það verður reynda kaup, getið skotin í riddar E. Og allt hérna jæmt endur það. Drótning C2 skákar koma. Hann gæti kannski skotin í riddar E. En nú hvíta drottningin algjörlega út úr. Hann átti að skjóta inn í riddar E og hann geta skáka... Nei, jú. Gat hann ekki skaka peða á það. Hann fær peði kortið, það skiptir ekki máli. Já, það skiptir ekki máli. En nú er Davíð allt í einu peðir. Já, hann er með alla þræði hendur. Vinnur B3 peði. Já, og með nokkuð örugga kóngstuðu virðist vera. Valdar F7, þannig að það er ekki þráskák. Hann getur farið á H7 núna. Drottningi valdar peði, mjög mikilvægt. Og nú hefði drottning C3 verið mjög fýtt tæknileikur. Setja svo kónginn á sömu skálínu. Og svo arka bara stað með B-peði. Það hefði unnið svona meira að minna on the spot eins og maður segir. Já, Símon réttilega hristir hausinn, hann klúraði þessari skák. Já, með mjög góð tækifæri. Gjörsamlega. Eins og það segi, það er mjótt á mönnum í þessu. Heldur betur og Davíð virðist vera að jafna meti núna í 2-2 og þá fáum við æsi spennandi lokaskákir. Já. Ef að Davíð nær að klára þetta, ég trúi hann ekki öðru en að sigli þessu heim. Já, það er engin hætta hérna ferðinni.
tveimur peðum yfir, íti peðun á stað. Heldur valda öllu, drókning E5 og svona B2. Ég sé nú ekki sérstaklega Patrik eða neitt. Bara nokkuð lípulega gert svona tæknilega hjá Já. Davíð. Nú getur hann skáka, hann kann skáka H2 og G-num og vakja svo upp. Þetta dugir til. Já, hann heldur bara valdaskálinu og fyrir að stað með appið. Þetta er tæknilega hreint hjá honum. Og þá lítur engin Patrik. Já, Símon gefst upp. 2-2. Já. Og enn og aftur vinnu svartur skákinnar í þessum víu. Já. Sáum þannig að Davíð teflir undir notendanarminu skákbúðin. Hann er einmitt með skákbúðina, þar sem hann selur skákbækur og fleira. Og ýmsan skáktengdan varning. Já. Það er aftur Jóbava London System. Já, maður heldur treyð við þetta þótt að það hafa náttúrulega gengið hingað til. Og þá fyrir Símon með riddarann á E7, hann fór með hann á H6 aðan en endaði á F5. Spurðum hvort það sé ekki svipu hugmynd í gangi núna. Já, þetta er eiginlega bara sama hugmynd með betur útferð, það ekki? Halda það, já. Er ekki að lenda til dæmis í þessu biskup G5 trikki sem hann ekkert að lenda í áðan. Nú ég er bara spurning hvað hvítum að leika E4, ég veit það ekki. Bara stoppa riddur F5. Eða hvað? Líka hann A3. Hann líka A3, já. Það er rosalega skrindilegur. Ég með H4. But ok. Ég skil leikinu bara, já þó. Þetta er F5, H5. Þetta peð gæti verið á leiðin eitthvað lengra. Já, en ég hef nú enga sérstakar áhyggjur á þessu. Ég hugsa, ég geti þess vegna leikið bara riddur F5 og eftir H5 drepa á G3. Já. Svo bara kongur H8 og að G8 tilbaka, tefla svo bara taflið. Saman hvítur hefur engan tíma til að skjóta inn í að drepa G6 af því að hrókurinn er onni. Það er rétt. Þetta er svona... G5, það er nú svolítið... Já. Extravagant. Nú kemur H6 mögulega til greina. Einhverju stöðum. Já. Já, ég held að Símon hefði átt að taka þennan biskup. Já, saman að því. Fyrst og ég held að taflmennska hvíts eða taflmennska Davís úr byrjuninni er svolítið yfirborðskennt svona. Já. Þessi biskup ekki góður, A3, einhvern veginn blandað á H4, þetta var ekki, virkar ekki mjög hættulegt, en H6 eins og finnst mér svona... Gerir það. Og hvað er hann að hugsa ef að Símon dræpi þetta peð hér? Nei, ég er nú bara að hugsa hvort það sé eitthvað drápa í F5 þá í bóði. Drepið á F5 og svartur kannski missir þá valdið af riddarinn sinu. Sama biskupin var þá að gera 21 og hlaðin biskup. Nú er þetta svolítið óþægilegt nefnilega, sko. Þetta er E4. Já. Alltaf er hraðskák, sko. Þessi G5-leikur verið það var svona að splitta stöðinni svolítið upp hjá Símoni. Miklu erfiðar þessu svartan að leika, finna svona eðlilega leiki. Þetta hvítur hótar, jafnvel að vinna peð með riddarætti byrja F6, dróknir byrja F6, dróknir byrja D7. Athyglisvert. Það reyndar er spurning hvort það getur skotið inn í riddarætti byrja G3. Já, skilur drókningun eftir í uppnámi. Já. Þannig ég er ekki að hóta því, þannig að leikur bara drókning E2. En það sem er óþægilegt fyrir Símon eftir hann G5-leik er að hvíturreitindir í kónginu er svolítið berskjaldaði núna. Já. Við sjáum til dæmis núna að riddarætti byrja G3 finnst sem er líklegur. Eftir að G3 reyndir alveg mögulegur. Það reynir svona að nota F-línuna, hann dreif með riddaranum. En núna, já, er einmitt sko, eru hvíturreitinni veikir og þannig að jafnvel spurning að leika biskup D3 til að halda því betur. Já, nú fær Símon smá viðspyrnu svona á miðborðinu. Já, drókning E5 kannski bara, setja drókninguna á miðborðið, valda F5 reitin, taka reiti á þessu riddarum. Mitt. Þá kannski kemur riddir H5 reitar, en þá leik ég bara biskup E7 og held parinu og get fara að íta F-peðinu og koma mönnum út. Það leikur C5. Býður riddarinn minn á F5 reitin. Þetta er rúglega finnilegi, hann tekur bara reita riddaranum, drókning E5, setur hann og veitu hvernig valda einn riddara. Þetta er alltaf skrítið. Drókning G4, þá ertu í rosalega leiðilegri leppun. Já, alveg svakalega. Ég myndi bara byrja á C4, svo biskup E6. Já, og grafa mennina lifandi bara. Þessi biskup á engan annan reit en A2 reitin. Og, já, taka B2 konti greina, en það var jafnvel óþarfi, sko.
leika bara biskup E6 og hóta bara riddari C8 D6. Já, Það er dróni, nei, látum við sjá, ok. Biskup E6 geti ekki verið eðlilegur leikur. En menn hvíts algjörlega strandan á kongsvagnum. Það verður líklega að leika bara F3 í einhverju stöðu. Ok, hrókur D4, hann þarf að vinna E4 beðið svona. Já, ok, þetta er kannski sniðið til honum. Jafnvel. Jafnvel, já, veldum þetta peð ekki svo glatt. Þeir eru svipaðan tíma núna, félagarnir, báðir með 1:20 réttrúmar. Og það er Símon sem hugsar. Gríðarlega mikilvæg skák. Sá sem vinnur þessa skák er komið með aðra hönd á 8 manna úrslitin. Þetta var örugglega bara sniðuleikur. Leika svo bara einhverjum drottning. Já, eitthvað þarna C3 B2 að fyrir á A5. Jú, A5 er eitthvað sniður og heldur hann hérna pressunni á F5. Og hrókur D5 er alltaf inn í hóttunni, eða ekki? Og hrókur D5, já. Þetta var óvinnilega leið að nota 5. reituröðina til að auka pressuna og spurning hvort Davíð hafi mistað því. Hrókur D5 núna lítur út fyrir að vera mjög sterkur og hvítið það þá líklega fórn að skipta mun á E6. Sýnist að Ég sé ekkert annað. Davíð var að gera það, já, hann gerir það. Rittarinn kemst þá reyndar á D4 reitin. Davíð er með smá tök á kongsvagnum með þessa rittara og biskupinn geti stilt sér upp að hérna á B1 með einhverjum hótunum á hásuritin. Já, er það ekki svona Eina af þessum viðspyrnan í stöðunni fyrir hvítan? Eina af þessum fyrstu brellum sem menn læra að Já. stilla upp svona batteri með biskup og drottningu. Símon er bara gráður, spurning hvort hann takir C3 líka. Bakkið sem er hókin á D7 kannski til að valda. Valdi þetta bara, ok, hann bakkar. Hefur vaðið fyrir neðan sig og bara valdar allt strax. Hann er onni í E6 reyndar. Hrókur E8. Já, þetta er svolítið óræð staða núna. Rittarinn hlýtur að þurfa að koma hann tilbaka. Nú myndi ég fara að huga því að laga svarta rittarann. Kannski bara rittar A4. Já, hann hefur ekki gert mikið hingað til þessi rittari á B6. Nei. Dróning finnur 8, ok, hann er bara setja okkur að pöttu þarna. Nú kemur hinn rittarinn inn. Þetta er D7, ok. Já, hann ætlar að setja hann á E5, hann vil hafa rittarann svona nær átakasvæðinu. Ég held að það sé mjög skynsalegt. Plan Svart geti verið einmitt þegar, eins og Ingvar segir, þegar hann búinn að laga mennina til, geti verið að fara að íta peðunum á drottningavang, hann er með hérna með mjög vænlegt frípið á alíunni. Hrókur A5, hrókur B7, þetta geti farið hvernig sem er núna. Já, já, þannig jafnvel spurning hvort að Símon hafi átt að vera gráðu bara að fara með rittarann og ná þetta C3-peð. Já, einmitt. Nú gæti að tekið á H6, það er ekkert endilega gott, leikur rittar E5, drottning H5 er dabbaleikurinn í stöðunni. Gerir það. Já, já. Hefur auga með hróknum á E8. Þekki minn mann, við erum nú sem kynslóð. Já, þessi hrókur gæti einhver tíma verið skilin eftir í framtíðinni. Akkurat. Alltaf að haldi litlu trikkin. Nú er hún í að F2 er eitthvað trikk þar. Ég sé það nú ekki, ég myndi nú bara taka F2 held ég. Tökum að hrók. Símon með örlítið verið tíman, komin undir 20 sekúndunar. Ég skuður upp á D4 og taka svo bara á E3. Kannski ég reynda að skilja, já ég skilja reynda svörturritin eftir aðeins. Ég vil taka þess aðkvæmlega tilbaka. Dróndur upp í G5 smá mótspil. Ég held að dugi þó ekki til eftir til dæmis, já þeir eru aðeins að passa okkur. Og verið tími á Símoni, hann leikur okkur E5, þarf aðeins að passa kallana þessi allir valdaðir. Gæti orðið hættulegt. Hrókurinn, hvert er hrókurinn? Hún hefur 5 sekúndur til ákveða kúturinn minn og fer á D2. Hrókur F1. Peð er enn í uppnámi hann á H6. Já. Var hann ekki bara taka það? Biskup D5 mjög óþægilega núna. Ég nú hægir. Það verður að halda drottningunni á 800 reitaröð. Hann fellur á tíma. Þetta er rosa. Þetta er önnur skáki sem að Símon gjössalega. Já, ég er að leita orðið. Klúðrar á efstastígi, sko. 2 kóluna skáki sem Davíð snýr sér í vil. Og hvað gerir Símon núna með baki uppi vegg? Reynda með hvítu mennina. Verður að vinna með hvít. En, þetta var, já. Kannski er hann að gera mikið, ég veit það ekki. Það er svona bara að halda stöðunni svona, passa tíman, sko.
Og þetta fáum við svona afbrigði af Grand Prix árásinni þar sem að Símon stillir peðunum upp á E4 og F4 búinn að drepa á C6 og gefa svörtum tvíbæð. Já. Þetta hefur nú Davíð skyndilega með pálmann í höndunum 3-2 eftir að hafa verið í erfiðri stöðu. heldur betur. Og það er erfitt að segja að hlutur sé eitthvað sanngjarnir en já, Símon hlýtur að naga sig í handabækin. Hann stóð mun betur í þessu einvígi og til vinnings í þeim síðustu skákum. Einmitt. Ég var nú að segja að ég er ekki mikill aðdáðandi byrjunarteknísku Davíðs. Ég er ekki mjög hrifinn að ég að leyfa þetta dráp í þessari stöðutípu akkurat. Og mér Símon verður með svona nokkuð frjálsar hendur eftir byrjunina. Já. Leyfa drápið á... Já, leyfa drápið á C6 Já, og leyfa hvítum að leika F4 svo. Já. Ég held að það sé svona óhagstætt. Ég held að svartur eiga að leika riddari D4. Já, hann var ekki riddari F3. Var ekki? Jú. Smá blæbreiksmunur á því og hérna Ross og límaðabrunni sem að Karavan og Karlsson var alltaf að tefla. Einmitt. Þarna fannst mér nú alveg komið til greina fyrir Símon að íta peðina áfram á F5 en Já. Hann drepur og Davíð þá komið góða riddar á F5 og búinn að hrókara og komin yfir það vesta. Svo G5 svona pot, svo heldur biskup farið jafnvel eitthvað annað eða hvað, F4 og E3. Já, ég myndi halda það. Hann ætti nú heima á E3 reitnum, myndi ég halda. Þetta E2 er það að spá í einhver riddarhoppi en ok, riddarinn á F4 gerir ekkert, hann er kannski aðalega spáði því bara að taka til hérna að drottningvagnum koma hróknum að skálunni, leika svo kannski B3. Það var svona stjórn á stöðunni. Ég held að B3 til dæmis núna sé alveg bara þokkalegasti leikur eða hvað. Já, var hann peðarna í uppnámi á A2. Já. Það hefði bara gett að taka það. Já, Davíð hristaði hans hausinn þarna, hann hefur ekki látt að segja því að það var peði í boði. A5, yfirleitt er nú A4 svona semi-automatic svar þarna. En, kannski óþarfi. Sjáum að Símon gæli við að taka þetta peðarna H6 og spurning hvað Davíð gerir við því. Kongur H7. Já, áttaleikurinn. Gerir það. Nú kemur A4. Símon heldur alveg fínum tíma. Er ekki næsta skref bara tvöfaldar hrókanlega F-línunni eitthvað slíkt? Ég myndi að halda það sko. Þetta er svona staða sem að báður er eiginlega svona við það að vera búin að bæta stöðuna sína eins mikið og hægt er. Já, það er bara svona spenna bógan alveg út í enda og það kemur á því einhver þarf að sleppa. Já, spurning hvernig það fer. En Símon, já, hann er með kannski auðvildara plan og tvöfaldar hrókana eins og Ingvar segir á F-línunni. Fara svo kannski með riddarann í eitthvað ferðalag. Já. Það gæti alveg séð hennar riddara fyrir sér valda einhverjum usla á kóngsagnum. Og þá hugsa Davíð. Tíminn getur fara að skipta máli í þessu. Og við minnum á það að ef að Símon vinnur þessi skák og þeir enda jafnir 3-3 þá förum við í, já, þeir halda í rauninni bara áfram að tefla þangað til að annar vinnur skák. Sá hinn sami vinnur innvið. Það er svona hálfgerð, þetta er svona útgáfa af bráðabannaskák án þess að við séum að breyta tímamörkunum. Það er rétt. Verði jafntefli þá halda þær áfram og það er ekki boðið að... Við leiðum ekki sama pípið og Karlsson og þeir, en hvað er að gera sannlega? Biskupinn hóttar að fara á H4 og það er allir kallinir á sömu skálinni. Já, þetta var smá... Já, hann á dróðning H4, já, ok. Mér fannst eins og hann var að tapa skiptamenn. Þetta er nú örglega góð skipti fyrir svartan ef hann er sem biskupum á borðinu sem Símon leifir ekki. Mikilvægur líklegast. Ekki að leifa uppskipti á svartærda biskupum. Þá hefði hvíti verið full veikur á þeim reittum. Davíð fyrir tilbaka er erfiðara fyrir svartan að finna svona eitthvað haldgott plan til þess að gera eitthvað uppbyggilegt í stöðuna. Kannski erfitt fyrir hann að reyna að brjóta upp peðastöðun á drottningavagnum vegna þess að það myndi kannski skilja C5 peði eftir veikt. Og að móti þá á hvítur svona enga auðvitað leið til að opna tablið á drottningavagn. Þetta er svona hálfgerð biðstaða sem hann eru í hérna H4. Veit ekki... En hvað? G5, já. Veit ekki hvað skal segja þann leik, en... Bindur vonum við að veikingin á F5 reiknum sé eitthvað sem hægt er að spila með. Og mögulega fórn á G5 kannski í farmaldinu. Já. Já, þetta er... Það er sérst veitlisvara. Athyglisvert. Riddari C4 býður drottningakaup
Davíð að vera sniðugur núna? Kaupin eru... Bíddu. Nei. Ekki neitt. Á Símon eitthvað annað en að fara í Ég uppskipt sé bara uppskiptin eða drottning F3. Nei, þá tekjum við E3 drottning DLSS lítur út frá einleikurinn. Já, sjáum, ef drottningin hefði farið á F3 þá hefði Svartur mátt drepa á E3 og fara með biskupinn á D4 eins og Ingvar sagði, vinna skiptamun. Það er jafnt í liðum og drottningarna farnar að borðinu sem þýðir að kóngsókn verður kraftminni en hún var. Ég held að þetta hefur verið eitthvað sem að Davíð var sáttara við en Símon. Símon fer, vill ekki lefa biskup D4 með kaupum. Og nú fer hann í eitthvað riddarhopp. Riddar fyrir á E2 og Svartur gerir ekki neitt. Já, maður gæti síðan riddari fyrir sér ferðast yfir á F5 riddin eftir þessum leiðum. Athugum að það eru ansi mörg peð á Svartur riddum ef að hvítur kemst í endatafla sem báðir hafa biskupan eftir. Það er rétt. Símon hefur haft ögn betur í svona Capablanca peða frá honum. Gamla góða Capablanca-reglunni. Það er ágætt fyrir þá sem að heima sitja. Þetta er nú vill að skipta upp. Athyglisvert. Ég ætlaði að fara að segja eitthvað rosa mentað biskupana á endatöflunni en ég hætti bara. Já, þú skiptið bara upp að manna. Já. En ok, nú kemur riddarann á C4. Það er smá leikur á þessi peði eða eitthvað, nei. Þetta er alltaf lægi. Jú. Nú þarf hann að leika C3 en þá getur komið riddari E2 sem að hótar riddari G3 í vissum variantum. Davíð var nú frægur fyrir það í gamla daga að hoppa með svo kallega ECC-riddara. ECC-riddara. Á tímum ECC-skák þjónsins. En hvað með að fara með hrókin aftur á F3 og reyna svo bara ná inn að riddara? Já, áttu við að riddarinn sé fangi hvítu peðana. Já. Ég held að það sé margt til í því hjá þér. Hann á ekki marga reyti. Svo sem á það ekki heldur núna B5. Athyglisvert. Það fara peðin svolítið að veikjast. Hann tekur einu sinni, var nú ekki betra að hafa hann að veikleika á C6? Jú, ég hef nú haldið það. Getur tekið á, hann tekur á E6, ætlar hann að fara í riddarantabli peði yfir þá. Sýnist það. Væntanlega lítur ágætlega út fyrir Símon eða hvað. Gat hann ekki gert bara sama með peðin og hann fórn að skipta? Jú, það er rétt hjá það sko. Hann gæti gert það. Davíð fórn að skipta mun og hefur þá hættuleg peð á... Já, þetta er stóra hættuleg peð. Og þau koma hratt, A4, A3 og A2. Svörtu peðin hlaupar hratt núna. Hann er A-peðin, nei hann er ekki. Jú, hann er víst. Sæði Ingvar einhverjum sem á sig. Hrókur riddari A3. Ja, þetta dugir ekki til, þetta er bara pott. Hann er þessu A-peði. Og þá B-peðin. Það tekur C3 hrókin fyrir okkur C4 og þá fellur B-peði. Og hvað gerir ECC-riddarinn? Ég held að hann ná ekki að ECC neitt núna. Þetta er orðin ómörg peð. Já, hann er einnig pöttu tilbaka, hann er reyndar. En hrókur D5. Óþægilegur. Slæmikablinn hjá Davíð núna. Já, hrókur E3 núna. On the spot. Blokkar, ok, það þurfti ekki einu sinni. D-peð er komið það langt. Það kemur þetta peð, já. Er hann að jafna metinn maður? Þetta er svakalegt einnig. Hjá Símoni Þórhallsinni. Já. Og það þýðir að við förum í næstu skák. Davíð hefur þá hvítt og vinni hann þá skák þá fer hann áfram. Já, höldum við litunum bara, það er dreigið. Þá er best að snúa sér til tæknimannsins sem að sér þá hlið mótsins og þá er dreigið lit að ég held. Já. Og ég keppendur bíða spakir á meðan og við Ingvar kannski segjum einhverja gamansögur á meðan. Ég vil bara ekki draga og svo látum við það að vita. Fáðum mér hérna pening? Það væri best, já. Fáum hérna pening. Já. Fáum hérna pening til að kasta upp á litina. Kasta upp litina eða kasta upp á þá. Herru, hér er ég með dreka og hestamann. Já. Og segja að hestamaður sé Davíð. Hestamaðurinn hann er góður í hestanum að hoppa. Og já, ef hestamaður kemur upp á þá er Davíð með hvitt. Það er rétt. Hvað sem þessan upp og það kemur svo mikið sem ekki hestamaðurinn. Já, þannig að Símon hefur hvitt. Símon hefur hvitt
í bráðabannaskákinni. Já, það hefur nú ekkert gengið neitt sérstaklega hingað til að vera hvitt í reyfi. Já, það er ekki hjálpað nú neitt. Það var enda síðustu með hvitu, þannig að það er strax komið nákvæmlega sálfræði þar að hann var að vinna með hvitu, þannig að væntanlega ef þú ert nýbúin að vinna með hvitu þá endurtekur það sömu byrjun. Já, ég hugsa það. Og spyr svartna spurninga. Algjörlega. Og Símon fekk bara fína stöðu úr þessu Biskup B5 Grand Prix afbrigði sem hann teldi. Spurning hvort að Davíð eitthvað svona, já, bara aðeins öðruvísi það afbrigði. Já, ég hugsa það. Svo fari í eitthvað. En hann er ekkert með margar aðra byrjanir. Er hann ekki yfir þetta í sikkilega vörninni? Ég ætla að spáði hann snari fram frönsku vörninni núna. Eða eitthvað fyllitur kannski. Já, hann hefur svolítið verið í því. Já. Davíð á margar svona sísnefnbyrjanir. Já, svona lúmska byrjanir þar sem hann getur stilt upp og telt hratt og verið með stöðu sem hann getur telt lengi með ýmsum tilfærslum. Og þá er búið að draga liti og tilkynna keppendum það og þá er ekki eftir neina bíða nema því að bíða eftir því að þeir byrji. Þú varst að segja var ekki eftir neina bíða? En þetta innvíi hefur svona farið eins og við máttum búast við og töluðum með maðan mjög jafnt og 3-3 segir allt sem segja þarf. En þetta er fyrsti bráðabanni sem við fáum í 16 mann úrslitum. Fengum við höfum aðra reglur á Íslandsmótarinn í netskák, þá vorum við með Armageddon. Já. Fengum eina svoleiðis, en þetta er fyrsta bráðabannaskákin. Vinni annar, þá var hann komin áfram. Jafntefli þá, já, skiptaður leit og tefli aftur. Einmitt, og það er svona... Eru þeir ekki byrjaðir? Þeir eru ekki byrjaðir. En við bíðum spenntir. Já. Eftir að þeir byrji. Já, Símon með hvít. Við gætum fengið E4 E6 og við gætum fengið E4 D6 ef að Davíð vill breyta út af frá sikkilegverðinni. Ég held að sé alveg ótt að spá því. Já, ég sé ekki fyrir mér að Símon breytir neitt til, sko. Fyrst að gekk svona vel með kongsbeðinu í síðustu skákinni. Alveg rétt. Gerir lykil skák. Og við erum með tæknimennina bak við tjöldin að hjálpa þeim félögum að byrja. Þeir þurfa að stilla sig eitthvað af svo við fáum rétt að liti. Er þetta ekki að koma? Var hann að skora á hann? Ok, þannig að þeir ættu að byrja hvað á hverju. Ættum við að fara að fá þetta upp, já. Erum við ekki alveg með allt réttina hjá okkur? Já, verður velkomin. Já, takk fyrir. Já, þannig að koma að lóksins. Já, ég var farin að halda að vera eitthvað að hjá okkur en svo var ekki Gunnar 3. Býttu, hvað? Það gekk vel á hann, kúturinn minn, hvað? En hann tók bara allar spár hjá okkur og grýtti þeim út í hafsauga í fyrsta leik. Já, hann getur nú enga síður skiptið yfir í, nei, ég skal hætta við að segja lokaði bleið síkjalaverðin og hann fyrir B3. Það er eitthvað svona tvöfaldan Fianchetto, tvöfaldur, ásetning á biskupum. Það var frábær þing, hvað? Takk. Ég ég skil ekki alveg þessu ákvörðun. Já. Líka því hann teldi þarna Kings Indian að taka á hann, ekkert sérstaklega. En hér er nú komið einhvers konar, já, mætti segja kannski grunnfeldsvörn með skiptum litum. Mikið rétt. Ef að hvítur leikur C4 sem hann nú gerir, það gæti nú hafa verið Katalan byrjun líka, einhvers konar nokkuð hefðbundið og styrkleiki hvíts í þessum stöðum eru náttúrulega þessir biskupar sem að lúra hérna á skálírunum báðir tveir. Þetta er nú bara að vera biskupar svarts passívari. Þokkalega jafnvægi, þetta er nú aðeins betra hvítan svona, ef maður þekki töluna rétt. Ekki mikið en eitthvað. Já. Svona þægilega tafl. Og Davíð reynir að stinga hann upp í allavega annan biskupinn. Bendum á það að Davíð dugar ekki jafntefli í þessari skák, heldur myndi jafntefli því að hann fengi bara nýja skák og hefði þá hvítt. Rétt. Þannig að það er spurning hvort að menn breyti eitthvað taktík í þessum skákum og fari að halda meira að sér höndum heldur en áðan. Já, kannski bara þessi taflmennska hvítur svolítið þannig, svona varkárt
Það er ekki mikið að rauka bátnum með þessari byrjandamennsku. Nei, hvítur hefur ekki flotið mikið frumkvæði í byrjuninni hér, það er ótt að segja það. Sem að hvorugur með svona mikið hald á miðborðinu með peðum. Peðin öll á þriðju reytaröðu aftar hjá báðum. Já, og við erum með samhverja peðastöð líka því leiti að peðin öll á sömu línum hjá báðum. Þetta gæti verið svona svolítið í rólegri kantunum og kannski gæti tíminn skipt máli hérna og Símon með aðeins betri tíma. Nú eru hrókarnir svona væntanlegir á síðu og D-línundar. Hvað og hverju? 1-4, reynir svona loksins að ná okkur að haldi á miðborðinu. Tekur eitt að riddaranum, valda svo peðið. Þá hlýtur að fara að koma hrókur D8 á... Já, þetta hvítur tekur að móti. Já, það verður stefni í alltaf verði eitthvað rólegt. Já, mjög rólegt, sýnist mér. Vill hvítur fá einhverja stöðu þar sem hann kannski tekur á F6, leikur E5 og svo A4. Nei, hann er ekki leikið F5 núna. Já, þó. Nei. Já, kannski leikur E5 og taka B7 bara og segja 2-1 og reyna eitthvað að juðast í því eitthvað. Juðast svona á þess að taka á miklu áhættu. Já. Af því ég held hann ætlaði að kannski ætlaði hann bara leika A4 hvort er. Bara halda sér riddar á C4 á þess að svartin áleika B5. Segja bara hans er góður. Símon býður með E5 leikinn, eins og Ingo talaði um. E5 opnar skálinu drottningarinnar. Á hann inni. Og Davíð plantar biskupinu sínum á D4. Væntanlega nokkuð skynnsam ákvörðun vegna þess að þessi biskup beinir spjótur sínum í allar áttir. Já, mótspil fólki í því og líklega skóð ákvörðun Davíð. Kongur G2. E5 styrkir biskupin en gefur aftur á móti kannski 2 hvíta ræti sem að riddarinn gæti. Veikir í D5 og gæti farið á. 5 og nú kannski þarf hann að taka hann. Já, tekur. Já. Þá er kannski örlítið betra hvítarna því hann er komið með báða hrókana á línunar og hefur svona meiri möguleika að ná valdi á línu og koma hrók á 7. Og hefur augað með þessu PA7. Þannig að tekur örgulega svona plus 0,12 á hvítan ef við ferum í tölumöndin. Já. En líklega ekkert fyrir Davíð til þess að hafa miklar áhyggjur af. Nei, ég hugsa að það sé það einföld að það er stutt í jafntefli í þessu þótt að það þurfa aðeins að vanda sig. Og við minnum á það að næsta einvígi hefst skömmu eftir að þessu lýkur. Það er einvígi alþjóðlegu meistarana Hilmis Freys og Dags Ragnarssonar. Já, Daga náttúrulega er komin í hús, vantarlega Hilmi líka. Daga mætti snemma. Já. Hrókur A8 á gefur peðið á A7. Hvað er á bakvið þá ákvörðun? Já, það er nú það. Ekki gott að segja allan inn með drottninguna. G2. Já. En mætti jafnvel taka á B7, er ekki? Jú, má skjóta því inn. Taka á B7. Tekur á B7 og ef hrókur setur þá hrókur F1. Sem valdar eftirreiti. Já, og jafnvel sko hrókur setur hrókur D8 skák, kongur H7 drottningur bara F7 og valdar eftirpeðið þannig. Jafnvel. Og var sókn í leiðinni. Er Símon með yfirhöndina núna? Davíð er honum tæpar á tíma. Klárlega, betri tími. Hann er þessum peðum yfir. Svartur vissilega að fara eitt tilbaka en sko hrókur D8, já, hann gerir það. D8, já. Hann tekur á F7, valdar eftirpeðið, gefur E4 peðið en kongur felur sig á H3-rætnum. Og þá er svarti kongurinn veikur líka. Sem að hvítur, hann bakkar. Var það ekki óþarfi? Já, samt. Til dæmis, já, hann fer í kaupin. Ok. Er þetta ekki bara vænlegt endartafli? Líklega unnið á hvítaðan með bestu tafmennsku en hafði samt nóg eftir af þessu í hraðskák. Davíð þrautareyndur og margslunginn skákmaður. Hverju fór hann ekki að D4? Af því að það er aldrei hóttan að taka eftir svartar þar að eða leik, sko. Rétt. Út að hrókur F8 á skák.
kannski full passíft en líklegast í lagi af því að ef hann kemst út, fem peðið upp núna og hvíti kongur kemst út, þá vinnur hann enda E-peð og þá á hann að geta ítt F-peðið fram í endatöflinu. Rétt hjá þér. Þú sér langt í þessu Ingvar. Já. Þannig að hugsa marga leiki fram í tíman. Þannig að hugsa í minnstrum. Kongur G4 gælir við að lauma sér inn á hvíturautina. Sjáum að ef að Símon leikur núna kongur G2 þá er E3 mögulegur. Leiðilegur. Hann að finna leiðinda mótspil? En kannski er þetta á hvítur ekki bara leika H4, nei? Ég skal ekkert það að segja. Davíð að redda sig með aktífum kóng, hvað getur nefnilega verið, sko? Já. Þá getur þjóðalpötur regla fyrir það sem heima sitja virkni mannanna skiptir miklu máli í endatöflu. Kongur fyrir H3. G5, já. Nú má ég... Nú má ekki drepa út af hróku G8. Já, hann drap og hróku G8. Drottning. Símon er komin áfram. Búið. Hann er komin áfram, hann var fljótur að drepa. H4, flott trikk á Símon henni lokin. Við heldum að Davíð væri að sigla í jafnteflinu heim. Já, mér sýndist það, en Símon var vel vakandi þannig og nýtti möguleika. Segur og hann hleypur fram hérna og fagnar á göngunum. Læsilega gert hjá Símoni og við óskum hann til hamingju. Hann er komin áfram í 8 manna úrslitin og bætir þar heldur betur árangur sinn frá því í haust. Heldur betur. Og ég hitta á hann í hliðinu, hún var mjög létt að vinna fyrstskákina. Já. Loksins vinni hennar skák, sko, bara að fá sjálfstraust. Það skiptir máli. Einmitt. Hann greinlega fékk það. Glæsilega gert hjá Símoni. Óskum honum til hamingju. Við ætlum að fara í östuð skilaboð áður en við fáum einvígi nr. 2. Það er Hilmi Freyr og Dagur Ragnarsson sem mætast þar. Ekki fara langt, kæra áhorfendur, komum aftur eftir augnablik. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýp. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta fara þig hálfgerður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn er hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, komið sælir aftur kæru áhorfendur. Þið eru að fylgjast með Síminn Invitational netskákmótinu þar sem að 16 af sterkustu skákmeisturum landsins mætast í útsláttarkeppni. Næsta dagskrá er einvígi alþjóðlegu meistarana Hilmis Freys Heimissonar og Dags Ragnarssonar. Tveir sterkir, efnilegi skákmenn sem að báðir hafa telt með íslenska landsliðinu og verið að vinna stóra sigra á skákmótum síðustu misserin. Algjörlega. Dagur Ragnarsson tildulega nýbakaður Íslandsmeistari í atskák. Já, og var að gefa frá sér bikarinn fyrir skákmeistar Reykjavíkur sem að vann í fyrra. Einmitt. Hilmi Freyr búinn að vera, já hvað maður að segja svona í svona einhverjum semi-atvinnumanna bransa síðustu Já, þeir hafa misserin. verið mjög duglegir. Hilmi Freyr, Alexander Dómaldsuk og Vignir, Tæpa Erlendis, haldið okkar fána á lofti á erlendur grundum með alveg fínum árangri, hafa verið að vinna og ná að palla á alls konar mótum. Einmitt. Það er gaman að því. Og það er athyglisvert að ef maður tekur saman tölfræðina í viðuregnum þessara félaga að þeir hafa telt saman 25 reiknaða skákir frá upphafi. Það er ágætis fjöldi. Og hann bendi mér á það, góðu vinnur þáttarins, Harald Björnsson, mikill tölfræðimeistari, að Hilmir hefur 11 sinnum haft hvítt á dag og aldrei unnið. Það er mögn tölfræði. Sem er alveg ótrúlegt, já. Og heildarstaðan er þannig samt að... Og Hilmir byrjar með hvítt. Hann byrjar með hvítt, já. Heildarstaðan er þannig að Hilmir hefur í þessum 25 skákum 6 sinnum unnið, 8 skákir jafntefli og 11 skákir hefur Dagur unnið. Þannig að Dagur er með plússkor á Hilmi og Dagur er öflugur netskákmaður þó svo að lengjan telji Hilmi ögn líklegri í þessu einvígi. 1.54 á Hilmi, 1.98 á Dag. Hvað getur við sagt svona skákstíl þessara sterku skákmanna, Hilmis og Dags? Ég hann alltaf átt að segja að Hilmir hann teflir svona mjög köflum aggressíft og svona dýnamist og finnur sér vel í svona opnu stöðum með frumkvæði og mjög góður svona að setja press á menn. Dagur er svona meira átt erfiðara með að skilja hann en hann er meira svona skólgrafar skákmaður, svona svolítið eins og kannski svolítið eins og Davíð Kjartans. Það er svona íðu færi svo er góður að taka færin þegar gefast. Einmitt. Hilmir er auk þess svona hvað maður að segja, nokkuð frumlegur í byrjunarvæli, hann með sínir eigin hugmyndir og oft svona einhver hliðarabriði sem hann er búinn að
grandskoða. Dagur hefur verið að, hvað maður segja, breyta aðeins til svona í sínum byrjunum. Já, eins og margir af strákum, duglegir að stúdera. Við gætum mjög líklega að séð dálítið athyglisverðar byrjunastöður, myndi ég halda í þessu einvígi. Var Hilmir byrjum með hvítt, hann sem sagt, Skilmir F, erum við ekki að fylgja honum örugglega? Jú. Þeir eru mættir á arena báðir. Þeir ættu vantarlega að fara að byrja. Hvað og hverju? Hvað og hverju, jú, einmitt. Og við bíðum bara spenntir eftir að þeir byrji félagarnir. Já, Hilmir með hvítt og við bendum á þessa sérstöku tölfræði. Hann hefur aldrei unnið dag með hvítumörunum. Hvaða byrjun hefur að spá að hann tefli með hvítum? Ég segi 1-4 í fyrsta skák. Og við fáum þá sikilega vörn eða franska vörn. Dagur hefur verið svona hér og þar. Hér og þar, já. Og er með alls konar hugmyndir. Hann var frakkaskákmaður í gamla dag eins og eiginlega ótrúlega margir. Íslenski skákmenn. En hefur meira verið svona, breikka hjá sér byrjarinnar. Þannig er erfiðar að lesa hann. Þannig ég veit ekki með frakkan, ég hef ekki von á því. Kannski bara í F5, vera solid. Já. Nú, þeir eru ekki byrjaðir, Dagur og Hilmir. Við bíðum spenntir. Við erum enn spenntir en við vorum. Getum við ekki bara rekja hans á eftir þeim? Hvað, ættu nú að vera byrjaðir? Hvað er menn að dóla við þetta? Þetta er ungi menn, þeir hefum nú að ráða við það verkefni að skora anstæðinginn. Ættu að gera það, já. Að gera það. Já. Það er svona yfirleitt meira ágjör þegar eldra kynslóðin er að nota tæknina. En við minnum á það að þeir muni tefla 6 skákir eða það sem til þarf til þess að annar fái fleiri en 3 vinninga. Sá fer áfram í 8-manna úrslitin. Já, bara eins og við sáum áðan að Símon og Davíð, það við endaði 3-3. Já. Og við þurftum bráðabannaskák í fyrsta skipti. Ekkert jafntefli. Það kemur ekkert óvart ef við sagðum eitthvað svipað hér. Já. Ég held að séu mjög áþekkir að getu, þessi 2 ágætu menn, Hilmir Freyr og Dagur Ragnarsson. Við sjáum það að jafnteflin eru svona, við ekkert sérstaklega mörg oft í sem við. Það er loksins. Og það var að komið þið. Tókst þeim að hefja þetta einvígi. Og menn ekkert að tvínuna við hlutina, það er kóngsbragð sem er komið. Já! E4 er hins og rétt hjá mér og E5, herðu. Já. Ég er 10-10 þannig. En kóngsbragði sá ég nú ekki fyrir mér. Það er sem sagt Hilmir Freyr sem að stýrir hvítumörunum, Dagur Ragnarsson með svart. Það er spurning, maður hefur lent í því að strákar svo duglegir að stúdera að þeir eru oft bara að kaupa sér námskeið á sama dag á skákina að fara fram og ég sá auglýst á síðu sem heitir Chessable sem er svona vinsælasta eina vinsælasta síðanum að það var nýkomið námskeið í kóngsbragði. Já, ok. Að Hilmir lúra á einhverjum góðum hugmyndum þarna. Svo lítið með þetta að segja. Eitra peð þarna á H2 sem finnst mér. Jafnt á liði. Kannski ekki þetta hefðbundna frumkvæði sem að hvítur fengið út af byrjunin eins og menn sjá oft úr kóngsbæðinu. Skipta upp á drottningum eftir 9 leiki. 8 leiki. Hilmir er með hvítt. Þannig að klukkan er vittlaus eins og er. Við erum að vinna í að laga þetta. Þannig að Hilmir hvítt, Dagur svart, Dagur hann að hægra meginn á skjánum, Hilmir vinstra meginn. Riddar C5 hótabiskurinn sem að hörvar. Já, hvíturinn svona aðeins betri liðskipan. Og svartur á eftir að ljúka liðskipun riddarans hérna á B8. Og þarf að passa sig líka í ykkur stöðum að hleypa ekki hvíti minna 7. Einmitt. Hrókur E7 kemur til greina í mörgum stöðum. Hann leikir hrókur E7 en mér sýnist hann alveg halda eftir hrókur D8 og svo biskup D6 í leiknum þar á eftir. Spurningin samt.
Já, þó. Já, og þessi sérkennilega staða hvíta kóngsins, hún þarf ekki að vera svo slæm, hún getur jafnvel hagnast á þessu á síðast stigum skákarinnar. Gæti komið sér vel í einhverju tilvikum. Ég man eftir því ég var yngri og maður svona læra byrjanir og annað slíkt í skákinni og þá var eitt skemmtilegu skákmaður sem ég teldi mikið við sem teldi kóngsbræð og hann færði mjög svona góð rök fyrir því að kóngsbræði væri ekkit endilega sóknarbyrjun, heldur væri maður oft sko að með sko góða kóngstu í endateflinu sko. Þú veist að kóngurinn er búinn að þælast út á borðið. Já. Og þetta er athyglisvert sko. Tefli á endatefli sko. Hann er fljótur inn á miðborðið sko. Ok, hvað er Hilmir að hugsa hér? Tekið á C5. Ok, þá er þessi biskup hálf klunulegur hann á C8 og fer á D8. Tekur á sig tvípeð. Dagur með alla mennina 8. réttaröðinni núna. En ef hann er að laga þá er nú allt í besta lagi með stöðuna. Og jafnvel að hann geti hort svona björtum augum til framtíðar með 3 peða móti 2 á Kongsvæng. Svolítið langt í það en já. Það er nú alltaf að hafa eitthvað markmið. Já, menn eru svolítið að hugsa endataflið í Kongsvænginu. Já, eins og það er, já. Þetta er endatafsbyrjun. Já. Við skulum fyrir F5, þingar það ekki eitthvað kaup? Það sýnist mér. Er ekki... Ég nú hægir hrókur B4, þetta var sniður mannúverðing. Þetta er biskup A5, er það ekki einhver leikur? Núna, jú, heyrðu. Hæ? Þetta var blöndir. Hvað er að gerast? Ég var að taka þetta lóðbeint tilbaka, þetta var ekkert sniður mannúverðing. Hann var eiginlega að krúta yfir sig þarna. Biskup A5, hótar hróknum og hann er leppur. Þetta var ágættis hugmynd í tómarúmi. Hann ætlaði bara að setja press á B7 og þá var erfitt til svartan að valda allt. En hann lendir þarna í, ótugtar taktík. Að B og DP hvíts eru bara fyrir hróknum upp á valdið á biskupin. Hann tapar hérna skiptamun. Ég held að þetta hefur bara tapatafl. Já, ég held að. Skýtur inn í hróku D8 sem getur verið nákvæmlega leikur. Já, leiðindar pjessiðan Dagur hérna, hann tekur ekki hrókin strax sko. Mjög nákvæmlega leikur líklega. Saltar Hilmi aðeins að hann sé... Já, hann er peðið líka. Þá var þetta nú orðið helviti erfitt sko. Já, spurning hvort hann drepa D3 eða leiki A6 fyrst. A6. Já, A6. Ég hellast af því að það verið rétt líka. Nú skákar hann, kongurinn þarf að fara D2. Já, hrókur D5 eða eitthvað. Já, alls konar bara. F6, kongur F7. Já. Sýnist mér svona liggja nokkuð beint við. Hann fer í það plan, held ég. Já, það er líka vandamál fyrir hvítan. Hann er með öll þessi peð skorðu á svörturautum. Það er engin hreyfanleiki í peðanum og voða lítið mótspil. Dagur með þessi... Það getur bara leikið H6 til dæmis. Já, hann er með hann peðameirhluta sem hann getur telt upp á. Já. Þannig er alltaf á endanum að búa til frí peð. Hrókur í F4 er svona krúttlegu leikur. Mörgur reyti líka. Þannig endar á því að fá hérna frí peð á hálínunni. Já. Það er nú ekki verið inn í sérstök hætta þarna hóta hrókurinn kom inn á F6. Getur skotið eins skáka H2 og gera það. Já, átti það alltaf inni en tekur hún F6 og kongur í E7 líklega einfaldast. En þessi staða ætti að vera tæknilega unnin á dag. Já, ég veit að segja það, íta H-peðinu og vera með... Hrókur G5 líka einstaklega leiðilegur leikur. Mjög leiðilegur leikur. Nei, já, fyrir svartan þá kemur biskup F6. Já, vá, ég stakk ekki heldur. Ég ætla að fara eitthvað að máta bara, að léka að mér. Ok, Dagur þarf aðeins að vanda sig en hann er með góða stjórn á þessu og svörtur hrók að vinna frábælega saman. En nú geta hann leikur þessu hróku G5. Kemur ekki svo H-peðið. Nú þarf hann að passa biskup F6 hóturina, gerir það. Ég hef nú leikið hrókur, já, hann fer bara að stað með peðið, já. Ég vildi nú bara stilla upp ykkur mátnætti þannig en hann er ekkert spáðið því og kannski, já, var það ekkert í boði. Hann getur nú svona mjaka þessu H-peði af stað með hrókunum sínum. Já, hrókur F4 og svo geta hann ítt peðin áfram. Það er svo með hinhrókin bakvið. Hann leikur vantanlega hrókur G4 núna, vill ekki leifa hrókur G7 mótspil. Tæknilega vel gert síns mér. Já, en Hilmir er svona... Hann er fyrir, hann er ekkert að... Já. Hér honum þetta ekki auðvelt, þótt þetta sé nú... Tæknilega unnið, þetta sé engin spurning. Hrókur Gunnar 2, nú má hann kannski bara taka D3 sem hann gerir. Það er nú að vera fátum fínum drætti, hrókur D5 kannski full varkár, ætlar ekki að taka sér...
ætlaði ekki að taka of miklar áhættur. Hann gefur hápið. Athyglisvert. Hann lékur bara af sér, hann gleymdi sér. Já, það sýnist það á svipnum. Og Hilmir hallar sér aftur, hann með góða jafnteflissensa í þessa stöðum. Já, hann með góða jafnteflissensa. Ég held að sénsa sé samt leikilorðið. Svartu vill klálega núna skipta upp á einu par hrókum. Já. Og reyna svo að mjaka svarta kóngnum inn í hvítustöðuna. Ágætis stjórnvöldregla þegar að menn eru skipta mun yfir, þá er oft hagstætt í endatöflinu að skipta upp á einu par hrókum og eiga þá síðasta hrókin eftir á borðinu og orða það þannig. En nú fær Dagur algjörlega breytum gír. Hann fór á svona þægileg stöðu þar sem hann er eiginlega bara að velja vinningsleið, svona að passa sig að klúðringu sem hann endur á að gera. Nú þarf hann eiginlega að vinna allt saman upp á nýtt. Já, einmitt. Dagur hristir hausinn hérna, hrókur 2. Það er að fara að ágjöra því að Hilmir færi sig upp á skaftið og með kóngin núna B6 bara. Já, maður sagði alveg fyrir sér. Smá mótspil hér og kóngur röltir hérna inn. Þetta er nú aldrei verið tapættu. En þetta er nú ekki alveg eins og hann teiknaði þetta upp. Sjáum að Hilmir heldur svarta kóngnum lokuðum eftir dílunni, þess vegna reynir Dagur að búa til pláss fyrir hann. Þetta lítur nú... Það er spurning samt hvort að hefði mátt að hleypa svarta kóngnum svona langt inn líka. Svartu vantilega fyrir með kóngi sinn hann einhvers þar á milli og er tilbúin þá jafnvel að fór það skipta mun á biskupinn. Spurning hvort hann eigi einhvers skipta mun fórnir annarkvort á E4 eða B2. Nú byrja ég bara að setja kónginu á A2 bara svona eða að hugsa málin. Já. Hann ætti núna aðeins að reyna svona vinna sér í smá tíma svo hann getur sett kannski smá pressa á mannin svona þegar það líður á. Einmitt. Sko meina 5. Og jafnvel. Semja bara, já. Dagur var kannski full hérna. Já. Fullur af vonleysi þarna. Eftir að hafa klúrað þessu. Hann gæti nú alveg reynt hann áfram. Einmitt. En þá er það Dagur sem stýrir hvítumörunum. Já. Og Hilmir með svart. Við sjáum að þetta er ekki alveg rétt þarna á... Nei, Hilmir komið réttur allavega á vinstra megin hann með honum. Það vantar nafni hjá Degi en hann stýrir hvítumörunum, hann er þetta hægra megin. Þetta er, ég hef séð Hilmir tefla eitthvað svona áður og það til ykkur rámar einhvern rúluskauta hérna. Já, þetta er svona eitthvað svona Jópa af London sem með skiptum litum. Það er að sé einhver variant þar sem rittarinn kemur inn á C2 og... Já, það er rétt. En það ágrænilega ekki við hér, en ég veit að þeir kannast við það báðir. Ég er bara svona rámar í það. Já, rétt. Hvítur getur sem sagt gefið hrókin sinn í hotninu og fengið, ef maður rétt peð fyrir og svo unni rittarann á setnistugum. Já, fær töluverða bætur. Ég veit að Dagur, hvort það var ekki hann sem sýndi mér ekkert hjá hann. Þetta er hérna upp úr Chessable-lánskeiði einmitt hjá Rómin Edvard í Reti. Ég veist að Hilmir, afsakið Dagur eigi nú eftir að halda sig að mestu við þess að Reti byrjun rittar eftir í fyrsta leik. Hann hefur verið að gera það undanfarið. Já, hann hefur verið í því töluvert. Og við minnum á það að það er Collab, einn af aðal styrktaraðilum þessa mót sem að sér okkur fyrir hressandi drykkjum hér sem við vætum kverkarnar á. Og hann er svona típisk mannavöring, biskup E7, hann reynir að rekja hérna. Rittarann undir kanti í burtu fyrst, svo hann getur komið biskupnum á H5 fyrir á G6 á þess að missa hann fyrir rittara. Þetta er sniðut. Þekkt úr London-systemi og fleiri svona svipum stöðum og fræðum. Það er Dagur að hugsa að taka svo eitthvað típ. Nei, það getur alltaf verið eitthvað. Mér líst nú betur á svartu stöðun ef hann er að leika biskup G6 og koma sem mönnunum út. Já, hann gerir það. Já, hann skynja stöðuna þannig að hún væri svona ekki að þróast eins og hann vildi og ákveður því að fara svona dýnamiska leið. Fær biskupparið en tekur á svo típið. Og fær hérna, svona tvíeggja peða á H6, það geti bæði verið styrklegi eða veikleiki.
Já. Ég heldur reyndar að það sé kannski augnablikinu frekar veikleiki heldur en hitt. Frekar auðvelt fyrir Hilmi að sækja þessu peði. Það ekki til svona peð á hásis og A6. Menn kallar þetta á ensku thorn pawn. Það mætti kannski því það sem þyrnipeð. Þyrnipeð, einmitt. Svona, ég hætti nú ekkert alveg nýtt í skákfræðanum, en náði svona, ég var svona, hvað við segja, menn fór að taka mér eftir styrkleika þess að tróða þessu peðum svona langt og A6 og H6 í kjölfarið á Alfa Zero bortunni þegar það kom fyrst. Það er rétt. Og þrátt fyrir það hafði Daninn Bent Larsen lengi talað fyrir framrás kantpeðana. Já. Áður en Alfa Zero sannfærði menn en betur það. Mjög eftirminnilegu fyrirlestur sem að Jóhann Hjartarson hélt einmitt fyrir 25 hópin þar sem að sýndi mönnum að gömlu kallanir kunnunu eitthvað og sýndi skák með Larsen þar sem kom með peð að H6 og A6 með kvittu og með mjög góða árangri. Þannig að kannski var það bara Alfa Zero sem lærði Bent Larsen, ég veit það ekki. Gæti verið sko. Smá taktík í stöðunni hérna, við sjáum að peðið skilja eftir í uppnámi en drepi hvítur hérna á F4 þá er að minnstakosti möguleiki fyrir svartan að vinna hópið í stað. Margt furðulegt í stöðunni. Já. Prókurinn að G4 furðulegur, þetta er C2 sérstakur. Þetta er sérstök stað að mörgu leyti. Já. Oft er erfitt að meta svona stöður óræða staða. Og ef ég ætti nú að burt sér frá stöðunni, ef ég ætti að tippa á einhvern í óræðri stöðu, þá er það nú alltaf heilmir fyrir af þessum tveimur. Hann er ofta ótrúlega óræða góður. En er þetta ekki pínlítið óþægilegt fyrir hvítan? Ég meina... Já, mér finnst þess að þetta hápið sé svolítið losaralegt. Til dæmis, já, eins og bendir á þarna, bara byrja ykkur F6 og bara svo bara taka þetta peð. En það er býstna óþægilegt. B5, eða B4 fer í mótspill. Smá pressa hérna á A7-peðið og Hilmir valdar það með kóng. B8 sem valdar A7-peðið mikilvægt. Kannski fer þessi rittari yfir á C8, hann getur varið kóngin vel þar. Rittari kemur á B4, þetta er svona geta vídeo rittarahopp. Svona pirkfræði. Gæli við að fórna sér fyrir liðsfélagana hérna á C6 eða A6. Já, það er þetta bara frekar óþægilegt. Já. Ég sá að til dæmis rittari C8. Áspurning hvort við hoppum bara ekki inn með rittarinn C6. Já. Og það mætti ekki taka. Ef við tekið þá er drottning A6 bara á leiðinni með máti. Bílinn og nópinn. Svartur er ekki með mikið af mönnum sem geta valdið hvítarætti í augnablikinu. Hann að leikur kongur A8, opnar þá kannski leið fyrir hrók í vörðina. Nú gæti kannski komið eitt kittarhrókur hérna á B1 og... Já. Þannig sýnist það nú vera nokkuð ristandi. Reyna að rífa þessa bílinu upp. Hrókur D6. Við fyrstu sýnum svona úrragóðu leikur, valdar fullt að rittum. Heldur góðan tíma líka. Nú fer rittarinn að hoppa, eða svona smá meðbyr með degi akkurat í augnablikinu. Hilmir er, já, hann virðist vera nokkuð var sig. Hrókurinn fyrir að G2. Segjum við bara, þessi sókn er ekki að gera neitt í tekið peðið H6, hann gerir það. Já, ætlar að taka H3 líka kannski, en kongur D2. Tekið H3 hrókur H1 trikk. Vá. Það reyndar er bara uppskipti. Já. Það er hrókur fyrir dronninguna, en mögulegt trikk. Hrókur G8, hann kemst fyrir. Verður að taka D8. Og nú erum farnir að tefla hratt. Dagur með heldur verið tíma. Hilmir með 1 á 10. Dagur komin undir 30 sekúndar. Verður dagur ekki, já, höfum með dronninguna að fara svo á stað, A4, A5, eitthvað slíkt. Reyna að opna kóngstöðuna. Hann er nú þrátt fyrir allt með nokkuð örgan kóng sjálfur. Já, einmitt. Hann er peð undir og gæti orðið 2 peðum undir en hann hefur töluvert mótspil hann á drottningavagnum. Já, mér finnst samt leiðileg hótun hjá hvítum, eða svona stöðuleg hótun að leika bara drottning F8 á einhverju stöðum. Á móti þá er þið F4 peð og ný, þannig að hvað gerir svartur hérna? Sjáum að það er svo eitra peð á H3, hrókur H1 var óþægilegur. Peðið eru bara af, nei drottningi segi. En A4 A5 planið er svona það sem að svartur þarf að hafa ágjör á augnablikinu allavega. Og nú er tíminn heldur betur að jafnast út. Ég jafntefli í fyrstu skákinni, þannig að staðan er hálfur. Hann drippur, Þetta var lengur vitað, hvað er maðurinn að gera? Hræðileg yfirsjón þarna hjá Hilmi Frey. Þetta getur ekki komið á óvart, sko. Já, þetta fannst okkur. Já, hræðilegur einbeitingarskot þarna hjá... Sjást á flugvél. Já, Hilmi
Drottningi hafið. Fellur í, úr flugvéltaktík eins og kallar stundum. Drottning Esju liggur á loftinu. Þetta alveg skelfilegt. Ég held að hann gefi þetta bara. Já, þetta var svekkjandi fyrir Hilmi. Gáslega sparta þarna og Dagur komin yfir. 1,5 hálfur. Nær Hilmi Freyr að sigla vörnin. Nær Hilmi Freyr að ná 8 og jafna áður við förum í hálfleikinn í þessi einvígi. Það er Kalasnikov sigurlega vörn. Þetta afbrigði hefur svona verið svona örlítið. Vaxandi vinsældir myndi ég segja. Mörguleiti. Og þetta er nú svona nokkuð þekkt stað. Það er svona skemmtilega mótilskákir í þessu sem maður má nefna eins og skák sem að paran okkur Maxwell Lút held ég. Já. Með svörtumörunum. Hann er miklu uppáldið okkur. Já. Hann hefur verið það lengi. Já, við vorum einmitt saman á Olympiaskákmótinu í Bakú, var ekki 2016? Jú. Þá voru Íranir með mjög athyglisvert lið með unga skákmenn. Já, þar með Alireza Firouzja, Kottnungan. Já, og Parham. Allan hafa ekki verið líka Tabatabai í mannanókinn. Já, það er líklegt. Gott ef ekki. En þetta eru svona frekar hagstæð skipti sem að Dagur gæti verið að fá hérna. Já. Að taka biskupinn fyrir riddarann á G4 að ég held. Já, þessi svörturreitir eru oft mikilvægir en hvítur á móti, ok, það tekur á típeð. Athyglisverð hugmynd, Valdar þá svörturreitina. Valdar fullt af svörturreitum. Með þessu skrítna tvípeði hérna. Já. Kannski bara krókur á móti bragði. Þetta lítur svona illa út í fyrstu sín en svo þegar maður spáir aðeins meira í þessu að þá Valdar að fullt af reitum og hann ætla bara tvöfaldu F-línunni og tróða rittarinn F6. Hvað sagt að gera með hann? Já, athyglisvert. Þetta er svona eina af þessum frumlegu hugmyndum sem að Hilmir hefur oft í byrjunum. Svona hann duglegur að hugsa aðeins út fyrir boxið. Sama, mér fannst þetta, ég hugsaði bara augljósu leiðina að þetta væri slæmt fyrir hvítan. Verði ég að leika núna F6 bara til að fara ekki inn á F6? Er það ekki bara... Já, eða leyfa rittarnum að fara á F6 og tefla í... Já, það getur verið svo líka. Líka samt eitthvað hálf klunalegt, sko. Já. Sá hann Dag klóra sér á ennur náðan og ég hugsa hljóðið sem hann hafa gefið frá sér þar hafa verið... Já, ég held að segja rétt hjá þér. Biskup drifur D5. Já, ok, nú af... Riddari Gunnar 8, já. Af doblar hann þessi peð. Og þetta er kannski sniðugt að degja því að ef riddarinn hörfar þá kemur F5 F4 og held ég tekur yfir stöðuna og svartliðarbiskupinn verður rosalega sterkur. Alveg rétt, já. Þannig ég held að hvítur þurfa að taka á G8 og stoppa svo F5 með annarkvort G4 eða F4 og ég held að G4 hljóta nú að vera skárri möguleikinn. E4 myndi stinga svolítið upp í biskupinn sem er hér. Veikja svörturreitina. Ég held að G4 sé nauðsynlegt, hann leikur því ekki. Þá held ég að F5 sé leikurinn. F5 E4 lítur rosa vel út fyrir þennan biskup, hann leikur E4 bara fyrst. Athyglisvert. Já, hann er C4. Já. Ok. Það er ekki bara fínt. Það myndi ég halda. Ég held að Dagur hafi betra tafl núna, töluvert virkari biskup og... Það þarf bara að passa sig að leika ekki einhverjum svona stöður leika sem biskup E5 út af biskup G6 og svo er hún í F8. Já, rétt. Það er rétt. Passa að halda valdinu á F8. Geti kannski byrja á að laga drottninguna, setja hann allir E7. Ef svartin er að taka til hérna í stöðunni, þá er hann með stöðulega betra. Já, klálega. Og hvað gerir Dagur þá? Drottninguna 5. Hilmir með lítið betri tíma. Hún tefla þetta frekar hratt og kannski lítið ofrætt. Jafnvel en... Já, þetta peð á D5 er óni en það getur verið varasamt að taka það út af biskup C4 og hvítu mennir lifna verulega við og ná pressu á F7. Mitt. Eina plan hvíts er að setja pressu á svörtu kongstöðuna. Rókurinn er 8. Var nú á opinni línu en metra þannig að hafa ekki verið mikið í boðið þar.
Drottning F3 hjá Hilmi síðustu leikur. Hleður á FC-peðið. Dagur valdaði það. Hörvar. Hrókurinn 4. Lítur nú í lagi að leika biskup F5 sem hann gerir. Já, lítur vel út þarna þessi biskup. H4 og finnur 5. Og nú vinnur hann H-peði B5. Þetta var list vel séð hjá Degi. Bjarni 5 hótar hróknum sem getur ekki haldið valdi á H4-peðinu. Nei, Vittu nú við. Okay. Ég held að hann hefði leikið þessu til að leika B5. Hótar ég held að hann hafi séð þetta sjálfur núna og hristur hausinn. Sá þetta seint. Já, kemur kannski ekki að söka því að það er erfitt fyrir... Jú, það er hún í E3 og B5 hótun, hún heldur en þá. Og eins og þú segir, það er ekkert auðvitað að valda E3. Hún fær að móttíma í þetta. Hvað er að gerast hér? Hann getur tekið skák, Ingvar. Það er rétt. Það þarf að bregðast skák. Pínulítið óþægileg leikur fyrir svartan þessi H5-leikur, brýtur upp þessa peðamassa. Þetta var líklega vel sloppið hjá Hilmi. Ég held að hann ná að redda sér hérna. Þetta er dreipið og þá eru hvítumennir svona ögnvirkar en þeim voru sérstaklega biskupinn. Já. Verður við ekki bara að hörfa núna, hrókur í esju og... Já. Jú, og reyna svona að ná... Hvernig tökum á þessu allir saman. Já. En þetta virðist vera... Já. Fara að vera jafnleifslegt. Já, þetta peð svona býður eftir því líka að láta. Já, og umfram peð svarts er þarna típað hálínni. Já. Þannig ef einhvað er þá er það allt í einu hvítur sem getur reynt að pína svartan aðeins. Já, með betri tíma. Já, það virkir hrókin, það er rétt í stöðinni. Skák og... Hvað gerir hann núna? G7 yfir, með E5 reitnum. Gæti mögulega að skáka þar. Já. Við verðum líka að passa okkur að leipa hvíta kóngnum ekki ofrætt þarna upp borðið. Það er rétt. Það getur hvítur náðu eitthvað svona mótneti. Nú skákar hann og aftur og þá verður Hilmir ekki að fara fyrir, hann fer með kongi fram á borðið. Það er að fara að H4, en nú hins vegar eigum við G3 reitinn og kongurinn er að sleppa kong G6. Er Hilmir að koma sér í vandræði hérna? Biskup G3 er... Jú, hóttanir biskup G3 H5 mát, takk fyrir. Og hann á hvað, 47 sekundur, hann sér þetta nú alveg. En getur hann ekki leikið... Nú þarf hann að meta... Ég hrókar F3, en nú kannski bara jafntefli, eða hvað? Já, það er píning. Hann dreif bara... Þetta er bara mátið tveimur. Er ég að missa ykkur í það? Já, kongurinn hefði sloppið að H3, en það var samt mjög vanlegt. En nú hóttar hann biskup F6. Já. Þetta gæti ekki snúið við leikjarannu, biskup F6 og svo H5 mát. Nei, þá ekki svona F4. Ég er að missa það. Og hann leikar sér H-peðun. Já, það er alltaf. Já, ég er að missa það hérna. Já, það er alltaf. Ekki fyrst afleikurinn hjá mér í vikunni, en... Biskup F7 og Dagur leikur kongur H6. Við missum að einhverju leikjum hérna. Og þetta er komið svona. Já. Við erum líka konum með nafnin og stöðuna rétt núna. Ég tók ekki svona eftir því. Já, rétt. Já, Já, rétt. Þakkum Davíð Ómarsinni tæknimanni fyrir að kippa þessi liðin fyrir okkur. Hann er fljótur til. En hvað er að gerast í þessari skák? Ég byrði nú allt í einu hlingur á einhverju peði yfir hana. Hilmir er peði yfir. Mislítið biskupar sem geta haft áhrif. Þessi skáka er nú búin að svona... Já, hún er búin að sveifla staðins. Sveifla staðins og nú þarf Dagur að passa sig. Hvítikongurinn er góður, B-peði hættulegt. Geti bara verið mjög vænlegt á hvítan núna. Þetta sé bara verið að heldur vænlegt á hvítan. Ég held að þá geti Hilmir verið að jafna metin á hann að við förum í... Ég meina biskup C6 sem hóta bara B6 B7. Já. Og þú hefur ekki tími biskup D4 til að stoppa B6, þá fellur á D6.
Þetta er bara að tapa. Þetta peði bara í rúllustiga leið upp á aðra hæð. Það eru öll svarta kallan bara fyrir. Þetta er búið. Þetta er bara búið. Hilmir jafnametin hérna, góður karaktersigur eftir, erfiða skák nr. 2. Þá er staðan 1,5. Drottning og gefið. Nei, ekki gefið. Og gefið. Gefið. 1,5 jafnt eftir 3 skákir og kæra áhorfendur, við ætlum að fara í örstuttar auglýsingar áður en við höldum áfram með þetta ekki fara langt. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpa. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta að þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, komið sælir aftur kæra áhorfendur. Þeir að fylgjast með einvígi alþjóðlegu meistarana Hilmis Freyrs Heimissonar og Dags Ragnarssonar í 16 manna úrslitum á Síminn Invitational netskákmótinu. Staðan 1,5 eftir að 3 skákum lokið og við bíðum spenntir eftir að þeir fari í 4. skákina sem vantarleg hvað og hverju. Ingvar, þetta búið að vera jafnt og spennandi það sem af Heldur betur. Eitthvað afleiki og það var Hilmi Freyr sem sáum að léka sér drottninguna hana upp úr þurru. Já, bara það var drottningu í annars skákinni en svo var eiginlega komið að degi að svona launa greiðan og svona lék, það var ekki jafn slæmur afleikur en hann svona lék vanlegri stöðu hægt og bítandi niður og Hilmi nýtti sér það og náði að jafna metin. En það sko Dagur sem búinn að vera með unnið tafl á einhverjum tímapunkti í öllum 3 skákunum hingað til. Já. Og hann hefur kannski ekki alveg verið að nýta færin. Gæti sé eftir því sko. Einmitt. Gæti bitið hann í rassinu þegar líður á innvíð. Ég sést í fyrsta skákinn átti hann bara tæknilega unnið. Já. Einmitt. Já, en sjáum hvað setur. Dagur hefur kvitt núna og ég gerir fastlega ráð fyrir því að hann haldi sig við riddari eftir og í fyrsta leik. Reddi. Einmitt, hann hefur verið að gera það með fínum árangri. Já. Erum við ekki alveg tengdir hann ennþá? Allt eins og á að vera. Já. Og við býðum bara eftir þeir hefji leik. Þessir ágætu menn. Já, við vorum að benda hérna athyglisverða tölfræði í byrjun einvíginu og þar kom fram að Hilmir hefði 11 sinnum haft hvítt á móti Degi og aldrei unnið. Og þetta byrjað hjá okkur. Aftur faraði þetta atriði. 11 sinnum hvítt á móti Degi og var hann þá vinnandi fyrsta skipti núna í síðustu skák. Er það ekki bara tilfellið? Jú, það rétt hjá þér. Þeir breytti eitthvað aðeins til. Áðan þá var eitthvað riddur A3 og síðan þeir nú valdar hann þetta með þetta Einar 1. Athyglisvert. Dagur sérst bæði búinn að leika riddaranum tilbaka á B1 og tilbaka á E1. Og þetta snýst allt þetta C2-peð sem að Hilmir að pressa og nú ítir hann því til C4. Og opna það fyrir hann að biskup og fyrir þá sem að heima sitja sem að kannski þekkja byrjunarfræðin ekki alveg út í ystu æsar, þá var þetta svona þekkt uppstilling eins og sést í mörgum byrjunum að hafa biskupin á G2 og fórna peði til þess að lífga hann við. En svona sjónrænt þá var Svartun búinn að koma 4 mönnum út og hrókar í næsta leik, þannig að hann er eitthvað aðeins undan liðskipan. Já, svona hefur hvítur í staðinn. Einföld starffræði bendi til þess að Svartur með vera nokkuð sáttur. En hvítur á einhver tempó henni, hann leikur A3 og Riddari þarf að hörfa. Fer á A6 til þess að geta leikið C6 og stutt betur við miðbólið. Ég ger nú einhvern veginn ráð fyrir því að hvítur sé að kannski bara hugmyndin að mennin koma á ákveðið streyti og hvítur sendur bara þokkalega. Já, alltaf ekki. Möguleiki fyrir hvítan að reyna að sækja fram á drottningavagnum með B4 getur verið leikur. Já. Er henni í myndinu líka að leika E4 seinna meir en ég held að það sé kannski ekkert endilega efst á listanum hjá Degi, hann mun svona klára liðskipunina fyrst held ég. Sérstakur leikur hérna riddari C2 hótarlega riddari E3, það er svona óvinnileg stöðlóttur. Já, hann leikur C6 og valdar og nú hótar ekki. Getur gælt við að taka þetta peð á C4 en það kemur kannski bara riddari E3 samt. Getur tekið á C2 fyrst og tekið svo á C4, það er þetta möguleiki? Jú, það er möguleiki, en ég held að hvítur sé nú alveg. Bestafalli, já, fengi hvítur nú bara sterkt miðbúr. Hann fer nú samt út í þetta. Þetta er svolítið, kannski svolítið stílinars Hilmis að taka svolítið leiðvíslægin. Já, hann er með svona augrandi stíl svolítið. Já. Þarna er eiginlega komið aftur svona semiblöf hjá Degi. Hann gefur peð á D4. Einmitt. Og segir, ok, ég færdi í línuna eða góðan biskup eða eitthvað slíkt, sko. En hérna aftur kem ekki óvart að Hilmir myndi bara heyrða þetta peð og segja bara sýndu mér. Já, hann gerir það. Það er rétt með því hér. Hrókur D1 er á leiðinni og hvítur er með biskupaparið og einhverjar. Ég er svona reyndar að reyna að meta út frá viðbröðunum hvort það hafi verið eins og Dagur hann náða til einmitt að tefla svona eins og ég kalla blöff eða semiblöff. Þannig fannst mér að hann hefði svona aðeins hrist sig eins og hann hefði bara hreinlega leikið af sér stífupið. Já. Sem er alveg möguleiki. Það er allavega ekkert augljóst hvar bætur hvíts eru þá hann sem er biskupaparið og opna línu.
Við sjáum að ef hann ítir þessu EP þá fær Svartur alltaf reit fyrir riddarann á D5. Riddarann á D5 á F6 valda D7 reitin afsakið, þannig að hrókurinn kemst ekki inn. Og eftir þennan leik í F5 þá leikur riddari D5 á lokalínunni. Dagurinn að vinna þetta CP núna. Næra því, næstu því. Dagurinn er svona með eitthvað príl hérna á Kóngsvagnum og við sjáum að ef að Hilmir tekur hérna á G5 þá skyndilega er mátótun á H7. Já, kemur svona. Og þetta peð svona nokkuð sterkt, þetta er svona svipað í kóngsindiska árás sem að Dagur hefur að tefla mikið með hvítu að hann er svona, það er einhver hopp í boði og einhverjar fórnir, riddarafórnir mögulegar. En við sjáum að ef að kaupið nást að þá veikist nú reitur eins og D6 þar sem hvíti riddarinn getur auðvitað að hoppa inn. Þannig að spurningin er ætlar Hilmir að fara út í vafasaman dýnumeskar aðgerð og leika hérna Finnur 6. Ég held að sé alveg. Og þá það geta alltaf valda til dæmis ESS-peðið með riddari C7. Hann tekur. Athyglisvert. Riddari hlýtur að fara tilbaka, jafnvel skýtur hann H4 fyrst. Já, riddarinn lítur allavega rosa vel út á E4, kemst bæði á D6 og F6 eftir atvikum. Það passa okkur að drótning H4. Jújú, riddari E4 var nú líklega sólið leikur, var að hrættu við þetta er CF? Nei, ég átti mikið á hvað var hrættu við. Já, mögulega. En hann vill fá drottninguna yfir kannski fyrst. Já, H6 og nú þarf hann að fara að verri reit nefnilega. Já, það er rétt. Já! Hann tekur á E6. Ok. Ég átti strax. Hilmir var svo fljótur að svara að við gátum ekki sýnt hvað hefði gest ef hann hefði drepið á E6 en þá hefði hvíta drottningin tekið peð á G6. Já. Allavega með þráskokk og jafnvel einhverjum mótótunum. Tekið peðið H6 í kjölfærið og svo líklegast biskup E4 eða hrókur D4 og sem lítur mjög vel út á hvít. Þá er Dagur búinn að vinna 1 peð tilbaka. Já, ekki að komast þokkalega inn í skákina. Hólla kannski að taka G6 núna. Undur einhverju kringumstæðum. Það verður ekki Hilmir að fara að virkja hann að riddara svona á A6, koma honum yfir á miðborðið á Kóngsvanginn. Jú, hann leikur þetta F6, þetta er svona... Já. Jú, það er hann alltaf nú í F5, þetta var bara góð leikur. Sýnist það. Hann var kannski bara að reikna ef leikur þessu drótning C2 þar hann að ágjöra drafn á G6. Og hvernig ætla að segja að meta það? Segjum drótning C2. Drótning er bara E5, hann leikur því. Þetta er bara G6. Ætlar hann að taka, leifa að taka H6, þetta er H7. Smá shaky þarna. En ef þetta heldur að svörtum þá er hann með svo mörg peð á drótninga að þetta er nú að duga til og hann leifir þetta. Já. En Dagur tekur á C4, sættir sig að vera peð undir. En hótar samt taka G6 sem Hilmir sér. Við bendum að það að Dagur er með tölvöld betri tíma, hann með 50 sekundur en Hilmir komin í 21. Já. Hvítur kannski með einhverja bætur að meðan þessi riddar á A6 svona út taka. Það er tímabundið að ég held. Já. B4, B5 er eitthvað svona sem mann dettur í hug. Já. Við á Dagur á leikinn, hugsar aðeins. Nú er eiginlega búinn að fórna, eða sláa allir tímaforskundum sínu. Nú er tíminn orðinn jafn. Hittar þetta við 3. Hvað svo? C3. Setur upp. Leiðinda leppar á hann riddara. Gýr í leppun, eins og við kallar það. Spurning, já, Hilmir kemur sér úr því. Það var svona einu vonin sem ég var farin að hafa fyrir hvítan. Já, von nummer 2 er kannski komin og það er tíminn hjá Hilmi. Hann er komin til 10 sekundur, orðinn vel rauður. Biskup H3 leikur. Það er leikur að það drótningin er eina valdi á C5. Pínu óþægilegt sko. Mjög óþægilegt, hrókur E5. En að tapa annari drótningu. Hann á okkar riddari E4 kannski. Hann tapa annari, hann fellur á tíma. Riddari E4 drótninga A5. Já, hann gæti fara með hinn riddaran, já. En hann fellur á tíma. Já, þetta var vel gert í dag. Hann var bara peð undir og fyrir óljósar bætur. Hann kannski praktísku leiðina hann til að þeir fara aftur í Kóngsbræði. Skemmtilegt. Hélt sér vel inn í skákinni og þetta er... En Dagur virðist vel undirbúinn. Þetta er eitthvað... Já. Þú ert ekki að leika hann.
riddari F4 G5 Nei. undir eins og að vita hvað það að gera. Hvernig teldur þetta? D4 dribbið F3 drótning H4 skák drótning F2 tekið. Hann breytir út að núna. Leikur riddari C3. Þannig að mögulega var Dagur betur undirbúin hana í fyrstu skákinni. Og Hilmir breytir hann út af. Dagur komið 2 halvavinning sem þýðir að ef að Dagur vinnur þessa skák þá fer hann áfram í þessu einvígi. Það ekki flóknara en það? Nei. Já, þetta getur orðið mjög flókin og óræð staða núna. Þetta náttúrulega strax orðið mjög óhefbundið. Það einhvern veginn svona eðlilegt í þessari stöðu að leika D-peðinu fyrir svartan myndi ég halda. Leikur eins og D5 eða eitthvað lítur eðlilega út en það var samt eitthvað í uppnámi og það þarf að reikna það. Það er síðan áhugaður leikur af því að leikur eins og D4 sem hvítu vill leika strandar á riddari F3. Einmitt, og það er alltaf þessi H4 reitur hérna, drottning H4 skák sem að skiptir máli. Við tökum með peðu F3 og þá kemur mitt drottning H4 og vinnur D4 peðu. Við sáum í fyrst skákinn þá drap hvítur á F3 og leik drottning F2 fyrir og valdaði D-peðu sitt en þá var ekki komið riddar á C6. Hann leikur D4 samt. Athyglisvert. Fórnar þessi peði sem ég get ekki séð akkur við ættum ekki taka en jújú, hvítur fara vissulega fullt af tíma og opna línur og allt það. Hann fær bætur. Er spurning hvort hann ætti að taka það með riddara eða með drottningu? Já. Ég myndi halda með riddara af því að segjum drottning H4, G3 tekið á D4. Já, það endur hún í F5 líka sko. Þetta er kannski ekki alveg ljóst. Já, ég skal ekki segja. Hann gerur þetta svona. Hann leikur drottning H4 og G3 er spontant. Já, ég átti vonu þessu en er þetta bara F5 ykkur leikurina? Þeir eru orðnir allt og gráðir þá á svart. Það þarf eitthvað að reikna þar, maður. Tökum drottningu á F5. En minna, ok, þá getur langkróka og með fullt að spili. Við sko C4 og hinrókun á E og allir hvítu kallanir aktífir. Já. Hérna getur svartur lent í súpervandræðum. Já, bisku C4 er auðvitað góður leikur frekar en langkróka. Það er náttúrulega voni bara á F7. Reyndar ekki mát. Notum það. Er ekki mát. Þannig að bisku C5 er það leikur. Athyglisvert. Það var kannski aðeins að fljótur á sér. Það er oft þema í svona vínargambitum að þú getur leyft hvítum, leyft svartum að drepa aftur, skiptu litum og sett bara kongin á D. Mitt aðbreyð, mjög vænlegt aðbreyð á hvítana sem leikur drottning G4 snemma, leifir drepa aftur og held ég bara með hartar önnið tabl. Alveg rétt. Sem að Gotham Chess og ykkur gerir vinsælt. Þannig að ef þetta gengur upp, hann tekur með biskup F7, kongur D8. Ef hann er kaupum á E3 þá hefur hvíta strategían misefnast og með sýnist hún, já, við viljum leika D5 en þá getum við langkrókað og kongur stendur illa D8 og þess að Dagur sé átt að segja á því og hristi hann á hausinu svo hann ætlaði leika D5, ég veit það ekki. Æja, hörsku bætar á hvít. Hann klárar liðskipuna bara, hrókur F8, biskupinn hörvar og hann lítur bara að leika D6 eða eitthvað slíkt. Spurning hvað er besta? Það var kallan að hrókur F1, hann ætlar að langkróka. Þetta að drottning B2 hlýtur að vera mikil græðgi. Samt áhugaður leikur sko. Það er drottning G5 riddari E7. E7 virðist hanga saman. Já, hann tekur slæginn. Þeir eru hugrakir. Já, gaman að þessu. Þeir er hérna... Þeir er ekki hrættir þessu strákar allavega. En segjum, já, drottning G4 riddari E7, hrókur D1, eitthvað slíkt. Hrókur D1 fyrst, ok, hann á alltaf inni að skáka G5. Já. Núna er óþægilegt svona einhverjar riddari C5 E6 hugmyndir með hérna. Hvað heitir eftir kæfingamáti? Riddari C5 hótar kæfingamáti. Og sjáum að C6 bjargar ekki inn og það kemur samt riddari E6. Já. En það getur kannski leikið D6 í þeirri stöðu. Pínulítið óþægilegt fyrir svartan, hann er svolítið eftir Er kannski riddari G5 einhver leikur? Sama hótun en getur kannski tekið á H7 einhverjum stöðum. Rétt. Hrókur F4. Hvað var ekki fyrir honum með hrókur F4? Bara sé ekki honum með skák eða hvað? Já, ég er ennþá að reyna að fatta af hvernig hann leikur hrókur F4. En drottning G5, já.
ætlaði bara að valda B4 í ykkur línum. Ég áttum ekki á þessu. Hvernig nær Hilmi Freyr að búa til einhverja pressu? Hann 2 peðum undir og ná hann ekki að skapa sér eitthvað spil núna þá... Svartun að leika eitthvað leikjum eins og C6 D5. Þá ætti hann að bjarga sér. Hrókur drefur F4, já. Það var virkaði þingað. Hvert við drottningin. Hann fyrir á A5. Getur riddari... Já, skák náttúrulega, ok. C3, já, líka beint við. Loka skálinni, drottningin valda peðið. Leikir eins og riddari G5 að koma. Já, en eins og þú segir ef að... D6. Nálætti að fara að sleppa. Ef riddarinn kemst á G5, þá hótar hann að fara inn á hvítureitina. Lítur hættulega út að minnstakosti. Báðir orðnir tæpir á tíma, rétt rúma 30 sekundur eftir. Þetta orðið ákaflega spennandi. Mikið undir hérna. Það getur bara einvið að klára þarna. Ef að Hilmir finnur ekki hættulega leiðir. Hann komið svolítið langt niður á klukkunni. Nú voru að fara að leika, Hilmi minn. Það virkar G5. Það virkar alltaf hættulegt. Það er svo vant eitthvað smá í hvítusóknuna. Já, vantar eitthvað slagkraft í þetta. Já, hún svona alveg við það. En ég meina, má ég bara leika núna biskup F5? Já, biskup G5 tempo og sjálfsögðu. Og svo kongur D7. Samt biskup E6. Þetta nú... Nú ekki bara D7, það kemur riddari E5, eða ekki? Alltaf þegar maður heldur að þetta sé að koma, þá er eitthvað aðeins meira hrókur D5 og típiskur Hilmisleikur, hann úrræðagóður. Það eitthvað skák á G-num sem getur verið leiðileg. Hvað að gerast? Hann máti það? Hvað að gera? Það bara skákblinda dauðans, maður. Þetta var svakalegt. Ok, hann jafnar við, en ég verð að segja, sko, þetta var það spennandi skák að ég vildi eiginlega fá skáklega niðurstöðu í þessar skák. Ekki afleik, sko. Það var mjög spennandi, sko, hvort að dýnamikinn væri að ná gangið ekki. Það var skemmtileg skák. Vá. Herru, 2,5 og... Ég verði til í þetta einvið aftur og Hilmir bara alltaf með hvítt kongsbrað. Já, einmitt. Ekki þessi helvítis rétti alltaf. Tæma hennan variantan, þetta er G5. En þetta gæti verið síðasta skákinn því að sá sem vinnur þessa skák fer áfram. Já, við erum í raun byrjaðar í bræðabanna. Já, það má eiginlega segja það. Bara næstur til að vinna skák, hann fer áfram. Já, það rétt. Þetta er, já, skemmtilegt afbrigði að mörgu leyti fyrir svartan. Já. Reynir að með tíð og tíma að leika D5 bara sjálfur. Ef hann nær því, ég held hann megi nú bara leika í núna. Þetta er svona uppstilling sem kendur við Bótunik gamla. Þetta er svona Bótunik uppstillingin. Peðin hérna skilja náttúrulega eftir hennan veikarreit en svartur tefli bara svona í kringum það ef að riddari skildi lenda þar. Svartur hefur gott rými eða báðum vangjum í staðinn. Já. Hvítur er oft, kannski ekki nákvæmlega eins og dagatöll þetta en hvítur er oft í þessum aðbörjum reyna ná valda á þessu D5-reit með því að ofta reyna að koma kongsrittaranum til þess að E3 með einhverjum mannverkum og valda D5. Ég teldi svona skák við Dag sjálfan í atkvæðakeppni í Tafélaga sem ég hefði svart og ég er ekki frá því að bara nákvæmlega þessi stað hafi komið upp sko. Ég held að fræðilega hafi rétt hjá svartum að leika D5 hann og bara taka rýmið. Þetta er bara... En Dagur teldi þá skák á móti mér á svona varfærin hátt. Kom smátt og smátt svona í veg fyrir mesta spilið og byggði síðan á einmitt hvítureitunum í framhaldinu. Komið inn á D5 í þessu tilviki þá er spurning hvort að svartur eigi að leika sjálfur B5 eitthvað slíkt. Já. Skal ekki maður segja. Einmitt. En ég er alveg viss að skák Dags á móti mér rifjast upp fyrir honum núna því að þetta er að teflast bara nákvæmlega sama hátt. Ok. Og það er einmitt... Hörvar. Það er einmitt var hann mér óþægilegur hann á hvítureitunum í farmaldinu. Já. Hrókur D8. Já, aftur gæli við það kannski að leika eitthvað D5 en á mótin leið og leikur D5 þá vaknar þessi riddari hjá hvítum á D2 og fær C4-reitin í einhverjum afbrigðum. Þetta er svona staða með mikill svona undirleikandi spennu og maður þarf að passa hvað að gera við peðin og mennina, staðan getur breyst
á augabræðið og Dagur var ekki sáttur sýndist mér hennar leik, ég veit ekki af hverju. Hvað var hann Fórnaði höndum, hann leikir þetta D2 til F3. Af hverju var hann Já. Ég gæti ekki séð að það var neitt óeðlilegt þarna. Ég sé nú ekkert sérstætt að því, ég myndi að halda að við tökum með G-piði til að halda vald á D4-reiknum. Ágætis þjónulputaregla í þessum stöðutípum að taka tilbaka með andstæðu piði til þess að gefa andstæðingunum færri reyti. Þetta er þekkt úr Ég til dæmis lokaða piðin. Já, og bara úr skákbókafræðunum, þá lærði ég þetta einmitt úr skákbókunum frá Dolmatov og Yusupov. Það er að tala þessa reglu. Margir sem að kenna hana við einmitt við Dvorætski. Taka hana með gangstæða piðinu í þessum stöðutípum. Hvítur gæti mögulega nýtt sér hálfvopni G-línuna í framhaldinu og meðan svartur hefur hálfvopna E-línu. En Dagur hann svona hristir hausinn og... Það tekur á... Já, hann náður eitthvað D4. Þá veikist þessi D4-reyti töluvert og svartur reitinir. Dagur ekki ánægður með þetta. Ég sáttur. Við sjáum að reitir þetta með D4. Það hvítur að passa sig. Það er honni á B3 í einhverjum stöðum. Betri tími og Hilmi. Já. Og Hilmi gefur sér nægan tíma núna í að íhuga hvernig á að drepa tilbaka. Piði? Já, ég nú ekki... Þetta ekki verið á því? Ekki skotið á það. Það lúrir þessi riddari þarna á B5. Já, setur press á D4-P og þá er svona margt í hvítustöðunni sem minnur á Benoni byrjun. Piðast þann á drottningavægnum. Þetta er ekki bara að fara núna að leika kongur H1. Þetta hróka giluna. Leikur drottning H3. Þetta er bara svona einslegs trikk slags hótun. Já. Hver er aftur reglan með trikkin? Andstæðingurinn fellur í hvað níunda hvert? Já, Sigurbjörn Björnsson þegar fór mikinn á skáðingi í Reykjavíkur og var iðurlega að leggja stigalegri menn á velli. Þannig að þú bara leggja 10 trikk. Já. Þau þurfa bara að falla í 1. Mitt. Þannig að 1 trikk komið hjá degi. Ok. 9 viðbót. Er hún á D4 ykkur stöðum? Út á skákana G5. Já. Þetta er bestur hrókudreipur, nei. Sýnist ekki. Ekki alveg. Ekki alveg, en það er svona smá potaleðin hjá hvítum á kongsvagnum. Það geti verið til dæmis núna, geta kannski bara gæla við að leika C5 þetta er D6. Leikar okkur E6, ok. Þetta er það stöðuna eitthvað. Ekki bara dronningin aftur á F7, jújú. Ég myndi setja hrókjunni, var hrókurinn á E-num með E2-num? Hann var á E2-mur, ekki? Á E2, já. Já, hann fyrir aftur að þangað. Það var bara endur teka stöðunni einu sinni. Ég held nú að Dagur tefnir þetta á. Já, er það? Já. Jú. Já, ég menna þú veist, frekar en að... Já, og þó, frekar en að gera hvað, þjást með svörtu. Það er nú að opna skákir svo sem þegar Hilmir hefur hvítt. En er hann að gæla við núna að setja bara meiri pressu á D-piði með henda drottningunni hana inn á bálið líka? Já. Hann býðir nú við. Drottning H3 kongurinn er að fara G6, það er kannski bara allir lægi. Já, gæti leikir líka riddari Hannes 6, er það ekki? Eitthvað. Jú. Leikur H3, þetta er H6. Hilmir aðeins búin að laga þetta þarna á kongsvagnum, finnst mér. Samt líka orðið aðeins lóðstarleira. Já, það er rétt. Staðan opnast og... En já, hvert fyrir þessi riddari? Það eru vantanlega að fara D2. Hann hörvar. Kemst á E4. Þetta er kannski það sem ég var að tala um lóðstarleira. Því nú kemur riddarinn á E4. Það er rétt. Passa okkur. Á móti, biskupinn kemst á E3. Jafnvel drottningin með skák. Nú verður kongurinn að fara í hotnið, annars kemur okkur G6. Hægir. Segð það ekki? Alltaf skák á E3 undir ykkur og kringustæðum. Þetta er F1 lítið vel út. Gæti hann ekki leikir okkur G6, sant? Biskup E3 drottning... Nei, drottning E3 G6. Nú fættum við. Við. Wow. Þetta er... Þessi skálina er mjög hættulegt. Mjög hættuleg. Væga sagt, hvað gerist þarna? Glemda sér bara. Biskup F6.
Þetta vantilega hægt að taka bara. Það gæti verið. Hann tekur svona, já. Ok. Akkur tók hann svona? Og fyrir... Býðinu við. Ég skil ekki þetta. Kann ekki bara tekið á F6, hrókutur F6, þetta bara C6 og... Hann svo sem fullt af peðum yfir reyndar og einfalda tablið. Já, hann og svörtu peðin eru veik. Hann einu peði yfir og gæti verið að vinna annað til viðbútar. Hilmir með ögnverði tíma. En nú rókurinn, hvert rókurinn? B6. Ég hef ekki einfaldast. Gæti farið á B5. Það líklegast að vera passífur og valda. Hilmir með eitthvað mótspil þarna á... Hvíti rittarinn passífur og Hilmir gæli við eitthvað mótspil þar sem að mögulega rittarinn hans og rókur vinna vel saman. Gæti verið með einhvers konar þráskák eða einhver slíkar mótanir. Já, og tíminn líka skórlega skamti, hann nær hann D-peðinu og heldur mótspilinu. Dagur ætlar hann að kópla út og rittar F4. Það taka D, já, hann skákar áfram. Nú geta kannski ekki gíða, nei. Gerir það kom G2, ætti nú að vera lægi. En þá tekur hann D3 og rittar F4 og verið yfir. Þetta óþægilegt. Þetta gríðarlega óþægilegt. Hann mát, hrókur D1 mát. Hann bara mát! Sáu þið svipina á Hilmi þarna? Já, þetta ógeðslegt. Oj! Já, Hilmi veit þetta búið. Ógeðslegt, kveikindislegt. Það var hann að með sig þarna. Þetta var rosalegt. Hilmi Freyr fyrir áfram. Jesus, sviftingarnar þessu einvíði maður. Við erum að fá rosalega einvíði maður. Já. 3,5, 2,5 Hilmi Freyr í vil og hann fyrir áfram í 8-manna úrslit. Dagur Ragnarsson því miður dotti nú keppni. Já. Þetta svakalegt maður. Þetta svakalegt. Herra, ég held við þurfum smá pásu til þess að ná áttum eftir þetta. Átt okkur á hvað gerðist en því líka sviftingar. Maður bara hálfa eftir sig. En við hefum eitt einvið eftir kvöld og það einvið í stórmeistarana Vignis Vatnas og Guðmundar Kjartasonar. Klálega stigahæstu og reynslu mestu keppendurnir í kvöld. Það verður gaman að sjá það, en við ætlum að fara fyrst í örstuð skilaboð, ekki fara langt, ekki missa þessu spennandi einviði sem við fáum eftir. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpa. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta ferð þig hálfgetur rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Manlow. Welcome to the White Lotus. Go be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Ég svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, komið sælur aftur, kæra áhorfendur. Þið eru að fylgjast með beinni útsendingu frá Síminn Invitational netskákmótinu og við ætlum næst að fá upp einvígi stórmeistarana Vignis Vatnar Stefánssonar og Guðmundar Kjartanssonar. Síðasta einvígi kvöldsins og síðasta einvígið í 16 manna úrslitum þessa móts. Ingvar, hverju getum við átt von á í þessu einvígi? Já, hann og það. Ég held að við séum búin að fá það góða einvígi. Það er spurning hvort að komið svona eitt antiklæmaks í lokin, ég veit það ekki. Já. Ég er að vonast eftir að minn maður í teflaðinu, Guðmundur Kjartansson, góðan dag og þá verður þetta hörkuninni. Ef Vigni tefli jafnvel og hann gerði á Title Tuesday síðustu viku, þá vinnur hann þetta auðvitað. Já. Veðbankarnir hafa mikla trú á Vigni. Ég setja 1,15 á Vigni. Það er nú svona merkjum að vel í lagt í áttina að gefa ekki neitt. 3,55 á Guðmund, segir lengjan og Guðmundur er náttúrulega eins og við vitum harður og góður varnarskákmaður og svo bara undir. Og þetta er stutt einvígi og við séum það að menn ná svona, vinnina skák og ná sjálfstöld og flæði og anstæðingurinn fyrir kannski aðeins að vorkina sjálfur sér, það getur margt gerst. Ef Guðmundur inni til dæmis fyrstu skákina og Vigni fær eitthvað að svekja sig þá getur þetta það segir bara, vinni fyrstu og svo kannski Viggi að vinna skák 2 og Guðmundur er að halda jættibli eitthvað, svona mótlæti og það er spurning hvort að eitthvað slíkt geti bara duga til. Já, þetta er nógu stutt til þess að eitthvað lítið geti ráða úrslitum. Algjörlega. Það er athyglisvert að skoða tölfræðina hjá þeim félögunum þegar það telt saman 38 reiknaða skákir hjá FIDE. Staðan er 21-17, Guðmundi í vil. Já. Hugsanlega hefur þar eitthvað að segja að Guðmundur er aðeins eldri en Vignir og gæti hafa mátað hann eitthvað þegar hann var unga barn. Klárlega. Skemmtilega tölfræði. Ertu ekki líka með tölfræði yfir skákir Björns Ívars Karlssonar og Vignis Vatnar Stefánssonar? Jú, það er rétt. Þar er ég líka í plús. Það ertu í plús líka? Já, en það er líka því að Vignir var frekar lágvaxinn þegar við vorum að tefla. Það er fínt að ná þeim ungum. Já, það er gott. Í skákinni. Ég hugsi, ég breyti ekkert þessari tölfræði, ég held þessu bara svona. Já. En sko, það er athyglisvert að Vignir er eins og staðan í dag stigasti skákmaður Íslands og hann er líka stigasti skákmaður Íslands í netskák. Hann hefur verið að narta í 2009 daginn. Já, Guðmundur er ekki alveg þar. Nei. Og svona ef við miðum við það þá ætti Vignir að vera mun líklegri en eins og þú segir. Þetta er stutt innvígi og það er aðra forsendur. Já. Muna töluvert á hraðskaksstöðunum, bæði á netinu og FIDE hraðskaksstöðunum. En Guðmundur er alltaf tefli minna hraðskakkinnar og það er svona einu ástæðan fyrir því líka, hann hefur ekki með jafn hástig. Einmitt. En já, við býðum með það bara spakir eftir að þeir hefði í leik. Vigni mun stýra hvítumönnum í fyrstu skákinni og hann mun leika kóngspiði sínu fram með tóretti. Já, þú segir það. Ég fullir það.
ákveðnar heimildi fyrir því. Já, ok. Ertu búin að vera að rannsaka eitthvað svona baku tjöldin? Rannsóknarblaðamennska? Já, ákveðin rannsóknarblaðamennska. Ég má ekki gefa mikið upp, en Nei. það var verið að skoða ákveðna bók hérna í einu hliðinu. Áhugavert. Það voru gaman að sjá hvort það rætist eitthvað úr þessari spá Ingvars. Já. En Vignir hefur nú haldið tryggð við Catalan og svona D4, C4 stöðutýpur. Algjörlega. En hann hefur verið að brydda þess upp á Kongsbergum líka sem náttúrulega gerir hann að mjög óþægilegum andstæðingi. Hann getur alveg telt orðið hvað sem er. Já, ég mitt þegar ég telti við hann núna á dögunum með skáðingi Reykjavíkur, þá hafði ég svart. Já. Og það var bara nánast vonlaust að reyna að undirbúa sig að átta sig á hvað hann ætlaði að gera. Einmitt. Þeir eru byrjaðir. Já, þeir komin á stað og það er Kongsberg, Næddorf og A3. A3. Og svo athyglisvert að við erum með nafn Guðmundar þarna á miðborðinu sem er svolítið skemmtilegt. Kannum ekki alveg skýringar á því en við skulum sjá hvort við losum okkur ekki við það. Það er sem sagt Guðmundur Kjartansson með svart, það er alveg þrælmert. Já, það fer ekkert á milli mála. En þetta var rétt sem að Inga spáði að Vignir lék 1-4 og já, hann einmitt hérna þetta afbrigði með A3, hann mæli með þessu á síðunni sinni vatna.is. Það er sem þetta afbrigði sem að kemur upp hér, næturafbrigði og hann leikur hérna A3. Já, og það sem gerðist er að eftir E6 að þá var Hvítur eiginlega bara að tefla með svo kvöldu Kerisárás. Einmitt. Með leikjana A3 og A6 inni. Akkurat. Og þetta er mjög hættulegt. Ég get eiginlega ekkert einbeitt mér að skákinni, ég er svo mikið að horfa á nafn þessi Gumma þarna. Guðmundur er með svart, sjá það, mert hann á efumreininum. Spurning hvort það tengist, Guðmundur Andskór Kjartansson. Er þetta einhver böggur bara á chess.com eða hvað? Ég skal ekki segja. En allavega við skulum reyna að láta ekki tröfla okkur. Vignir að leika þarna drottning 1-2 og... Hefur við að rugga bátnum og prófa að rífresa þetta? Já, gerum það. Gerum það. Sjá hvað gerist. Já, það kom þetta sko. Gamla, þetta var hérna tími nummer 1 í tölunarfræðinni sko. Ég er tölunarfræðingur. Já. Það er restart og refresh. Já. En sem sagt, plan Hvíts gæti verið að máta svartan á Kóngsvagnum með þessari peðaframrás og Guðmundur þess vegna hingrar með að hróka. Og séum að þeir eru báð með kóngina með borðinu sem er alltaf óvenjulegt. Þetta er ekki það sem við kennum, byrjendum að mista kosti. Nei. En þeir eru svona haldaði og opnu hvar þeir ætla að hafa kóngana og það er alveg mögulegt fyrir svartan að hrókara langt í þessu. Peði fyrir H6, ég hef nú bara skoðað þetta Næddorf-vídeó svona létt skoðaði hjá hann á síðunni og það var yfirleitt fór þetta peða H6 í þessu stöðum. Þetta er svona eins og vorum að tala áðan, svona hálfgert alfa-zero-peð sem að getur verið óþægilegt. Þyrnispeð? Þyrnispeð eins og kallaði það. Já, jafnvel þó að svartur loki stöðunni, þá var þetta peðsamt mikið tromp í endatöflunum, það geti skapað usla. Bæði getur að verið tromp í endatöflunum og líka mátáttana G7 ef svartur hefði stuttróka sem hann er greinilega búin að gefa upp á bátinn með því að taka H6. Og rittari C4, það er svona thematískur leikur í síkilegverðinni. Ég ætla nú að spáði að Vignir heldur að langar ekki? Bjargi þessum biskup hérna. En er ekki biskup 7 eina leiðin til þess? Það er svona svolítið... Já, klunnalegt vissulega. Passíft sko. Já. Hins vegar ef ég langar að tekja á E3 þá hef ég svona smá áhyggjur af svörtreitunum og spurningi að bara hvort að drottning C5 í þeirri stöðu sé bara erfiður leikur fyrir Hvítan eiga við. Mjög gummalegu leikur allavega að bjóða upp á drottningarskeitt inn í miðtaflinu. Hann hrókar, verður þá ekki að taka, hvað ætlar hann að gera? Drottning C5? Já, hann gera spontan. Ég held að þetta sé bara... Hótar að taka á G5, hann hefur Vignir verður að fara í uppskipti, sýnist mér. Það er betra svart, F4, E5. Já, spontant. Guðmundur er með góða einbeitingu, góða formið, sýnist mér. Vignir setur upp einhvern sviparna og fæ sér góðan sopa Collab. Já. Collab einn af styrktaraðli mótsins eins og... Verður hann ekki að reyna... Ég ætla nú að stinga bara okkur B6 en... Ok, rittari D5, hóttar allavega rittari C7, það verður kaup, tekið F4, það valda allavega G5. Þarf hann einhverja virkni á hann Hvítur rittari biskup til að vega upp á móti og reynir að fá það með biskup H3. Ok, eitthvað smá pot. Sjáum að í einhverjum tilfellum verður onni á A6.
En þetta F-peð, það er peð sem að má hreyfa sig. Það hleypur. Það hleypur hratt. Kannski ekki fara að fá drottningu, en þetta peð samt fyrir hvítum. Já, heldur betur. Og það þetta G5-peð sem mjóþægilegt fyrir hvítan. Já, getur verið til þess að þetta G5-peð falli. Kemur kóngurinn á vettvang. Kóngur finnur 8. Það er Vignir búinn að fanga peðið. Hóta biskutur upp í G5 skák, hann að Vignir færi rókin yfir á C6. Já, þetta var skemmtilega hóttir hann að koma að kóngin á G7 og hóta bara þetta á G5. Já, það verið auðvelt að falla í þetta. Já. En þá er það jafnt í liðum og mislita biskupar og svona ímislegt. Sýnist nú að Vignir sé komin yfir að vestan. Mér leist ekkert á stöðuna hjá hann á tímabili. Nú sýnist mér þetta ætla að blessast allt saman. Jafnvel hann sem er smá sjansa núna. Já, kóngurinn kemur nú PF, bara D7 núna. Það minnst hvort var mér kent í gamla dag að ef að misliti biskupurinn á borðinu þá hagnast það þeim sem að hefur smá frumkvæði. Biskupurinn H3 mun valda þetta PF á D7 og það heldur líka báðum svörtu PF-unum í skefjum. Þau verður ekki að fara neitt. Þannig að það var sniður hjá Guðmundi. Okkur D4 okkur F5 mát, við skulum ekki lendi í því. Vignir lendi einmitt í svona klaufalega klossmáti á þann og raska móti Reykjavíkur. Já. Gegn Magnús Pálma. Hann hefur lært eitthvað að þýfa með kóngina. Já, hann ætlar ekki að loka kóngin sem aftur inni. Okkur 1-5, ætlar að fara bak við peðið, líklegast. Já. Þá getur sákvarðin. Ég geti nú mögulega leikið C4 reynda að kaupa ykkur tíma. Hann leikur bara D7, okkur D5, tekið hann 6. Jamt, en ég fæ með hvítu, fæ ég ekki annað frípennun á alínunum sem er alveg stórhættulegt. Sýnist það. Og ég held að peð svart á kóngsvagnum sé ekki alveg kraftmikil. Nei, þau eru ekki samstæð og komast ekkert svo glatt fram hjá þessu biskupa H3. Það er kjarnin í stöðun eiginlega. Mun erfiðara fyrir svartan að leika og halda í horfið á meðan að þetta er svona sjálftefnilegt að köfla fyrir hvítan. Hann leikur bara A4, fær frí peð og ítir svo peðunum eins og við sjáum, leikur þessu strax. Komið með aðeins betri tíma. Vignir virkar mjög afslappaður, Guðmundur brúnaþungur. Já, við erum með, að tegja það að Guðmundur sem er, Vignir sem er með hvítt, við erum með öfugan tíma hana, nefna tíma. Það er svo það sé að hreinu Vignir hægra megin, hann er með hvítt og Guðmundur vinstra megin, hann með svart. Já, hrókur C4. Það eru Vignir að gera sem matur sem frípeðum sínum. Biskup finnur 5, valda C2. Býtum við Kongur G2. Hefur auga með H-peðinu. Þetta er orðið frekar óþægilegt. Ég sé ekki alveg hvernig hann ætlar að stoppa þetta. Já, bara að vinna mann núna. Fókur F6 var kannski sníðuleikur. Hörvar með biskupinn. Ok, hrókur þarna. Kemst hann á D4. Gaf mér biskup D5, nei, hrókur þetta bara C2, já, ok. Jessa. Gæti samt unni mann þar, en það er einhver slatta peðum þá sem svartar hefur. En hvítur myndi að halda svo A-peði sem gæti verið, já, hann velur þetta. Hann gerir það. Það er tekið með skák, en á móti ná að vekja upp á D8. Aha, D8 drottning og þá kongur E7 í framhaldinu, þannig að Nei, hvað er hann að gera? Hvað er hann að gera, Viki? Þetta var nú... Þarna gætu við verið að fá skolum að tala um. Akkurat þetta? Akkurat þetta mótlendi. Já. Leikur niður líklegast unnutabli, allavega vanlegu. Og tapar. Það er ekkert þetta sprikli. Þessu, sorry, bara kongur E6 eða eitthvað. Já, kongur E6 mjög svolít leikur. Stoppar A-peðið með hróknum og... Já, þetta er bara búið. Bara búið. Þetta var... Ég veit ekki hvað maður að segja. Kæruleysi eða... Já, ég veit ekki. Mist einbendingunni smá stund. Já.
En 1-0. Óvænt, en Guðmundi vel. Vænkast hagur þeirra sem hafði trú á Guðmundi á lengjunni á fínu stöðli, en þá stýrir það var nú bara einn skák. Þá stýrir Vignir svörtumörunum. Já, A6, þetta allt eins og hann predikar. Þannig að þetta ekkert sem hægt að koma óvart. En nú það Vignir svona, að höndla mótlætið. Hann búinn að fá nefnilega smá mótlæti í dag. Hann tapaði þarna 5 skákum klaufalega. Raska móti Reykjavíkur. Þar sem hann tók reynda við velnum sem fyrir sigur á skákþingi Reykjavíkur. Þar sem hann fikk 8,5-9. Nú er drottning D2 að ég held bestileikurinn. Það er bara að fá svona Rubinstein P4 og Vald á F-reitnum. Riddari E2 áhugavert. Það finnst mér gefið að kynna að þannig vil ég taka með Riddar F4 ef svartur hefði tekið. Já, þetta er eitthvað sem að Vignir hefur kynnt sér vel, þessi leið til þess að tefla gegn drottningabræðinu. Já. Minnir þetta afbrigði sér kennt við Janowski. Já, þau líkur A6, já. Já. Ég held að það sé bara hárrétt hjá þér. Þetta er 1-4, þetta er svona smá taktik í þessu með hókinn á E8. Ef að Guðmundur drepur og svo aftur með drottningu þá eru ýmsir möguleika fyrir hennan biskup. Já, til dæmis biskup H3, möguleika meira. Þetta döga. Það eru færi hérna í báðráttir og Guðmundur setur peðið sitt á öruggari reidd og þá valda Vignir með F5. Hefur góð dög á E5 reitnum og gæti byggt eitthvað upp á kóngsvagnum kringum hennar riddara með til dæmis G5 framrás. Biskup E2 undirbýrað að hörða með reittarinn á D3 og ná betri tökum á E5 reitnum. Þetta er mjög mentað hjá þeim félagunum. Og snýður mannavering held ég. Spurningin nei. Ekki. Nei, ég held ég var að finna einhverja sniðuleið til að stoppa þetta, en ég var ekki að gera það. Já, spurning hvað Vignir ætlar að... Hvíti bara að fá betra núna? Hvernig Vignir ætlar að spila úr þessu? Ef við horfum á peðastöðuna og biskupana, þá er hvíti biskupinn svona vænlegri til lengri tíma litið. Svarti biskupinn gæti farið þarna yfir á H5 reitin kannski og valdið einhverjum usla. Hvað er Vignir að hugsa? Verður hann ekki að úða þessu fram á kóngsvagnum? Er eitthvað annað að gera? Hann leikur B5 áhugavert. Ætla þá væntanlega að hasla riddarann völl hérna á C4 reitnum. Nú getur orðið fjöldi sterkra riddara á borðinu. Ég spáði við flippum borðinu, sjáu þá klukkuna rétt. Prófum það. Já. Sjáu þetta frá sjónarhóli Guðmundar. Já, Guðmundur hvitt, Vignir með svart. Þá fáum við klukkuna réttar, liturinn á klukkunni er réttur. Þá ætlar að followa Guðmund _ Kjartansson eins og hann heitir og unfollowa. Það er hárið, það er komið. Það er komið. Riddari G3, byrju nú er hann ekki að vinna lið. Halló. Vignir vatnar. Farðu einn tilbaka, hvað? Lék hann biskup H5? Já, vorum með þessa stöðu hér. Hann lék biskup H5, hótaði hróknum. Og svo F4, já. Úff. Og þá er bara einfaldur gaffall í gangi og þessi hrókur F-fellur. Guðmundur að skila þarna mögulega illa fengnum vinningi tilbaka. Já. Ég sko með sigri í þessari skák þá kemst Vignir á rétta braut. En eins og varst að tala áðan og þú spáðir eiginlega fyrir ef Guðmundur inn í fyrstu skákina og myndi síðan kannski ná að bjarga slæmri stöðu í jafntefli. Þú gætir hafa skrifað þetta handrit. Já. Já, maður fennum bara grunni hvað þetta gerist. Ég fer bara í einhverja tilvístakreppi hvort maður sé einhverju sýndaveruleika. Nostradamus. Veitu, hver að skrifa þetta handrit? Þú? Bara ég? Það var auðskipt á B4 og Vignir fær A-línuna fyrir hrókin og er þá á leiðinni inn á A4.
Hræðileg staða. Já. Peðið við Ronny og... Hann ekki með neitt mótspil og... Ekki bjarga þessu. Hann ofta að berja skipta mun undir, en þetta ekki eina af þeim stöðum sem að... Nei, ég held ekki. CP getur valdið auslægi framtíðinni. Það spurning hvernig Vignir vinnur úr þessu. Hann skiptur upp á biskupunum, já. Ekkert sérstaklega spennandi að taka með peði út á hrókur atjúr skák. Hann andrið með riddara. Já. Ok, ætla svo vantalega aftur inn á E5. Ég kannski bara tróðum drottningun á D5 og svo hrókur A2, þá erum við svolítið að binda. Já, það ekki sniðut. Já. Á drottninguna hér og hrók hér, já. Binda hvítu mennina svolítið niður. Koma svo með hinn hrókin og íta peðinu kannski. Já. Já, Vignir á að sigla þessu heim. Það verðist svona nokkuð ljóst. Já, Guðmundur það mótspilslaus, það ég held að sé. Já. Ákaflega erfitt að sjá fyrir sem hann bjargi þessu, en hver veit? Hrókur B2 og Vignir býður upp á uppskipti eins og töluðum fyrr í kvöld. Þegar þetta skipta með nefir, þá gott að... Mástu að tekið... Nei. Í 4. Já, það þarf ekkert að flækja þetta. Ég var að leita eitthvað taktík. Það óþarfi aldrei að fórna með unni, sagði eitthvað ágætis skákmaður. Já. Jóhann Hjartarson sagði það. Allt rétt. Já, hann laumast inn með drottninguna bara, fyrir inn á D3 og ítir CP-inu. Kemur hrókið núna að 3. Já, þetta að verða resignable, sem að sletti. Já, ég held að Guðmundur sé að tefla þetta bara til þess að... Já, svona sjá til, maður... Þurfu ekki að gefast upp. Já, D5, þetta eitthvað sprikl sem gerir ekki neitt. Ég ætla að skrifa hjá mér hérna, 1-0 fyrir Vigni í þessari skák og þá staðan 1-1. Já. Heldur að sé jinx. Gæti verið, þú ert alltaf búin að spá því að Guðmundur bjargi jafntefli í erfiðri stöðu. Ég hafa svona ákveðin sviðsmynd frekar en spá. Já. Hver veit, kannski verður þetta CP á drottningu. Eða þetta DP getur orðið að CP og svo drottningu. Getur nú eða? Nei. En hrókurinn kemst að taka tíð. Já, ég getum þess að leikja C3. Það er rétt. Vignir hugsaðar, hann vil vanda sig núna. Ég Guðmundur sé bara að tefja háttatíman. Og hann má geta þess að Guðmundur teflir erlendis frá, hann státtur í Þýskalandi og ef ég maður rétt þá var hann nú eitthvað aðeins undan okkur í tíma. Allt rétt. En hann nú ekkert fann að geispa en þá Guðmundur. Hér hlýtur nú bara að vera einfaldast að taka á C6. Já, hann má drepa eins og hann gerir og riddari drepur. Þá stingur þetta CP af og verður að nýri drottningu á C1. Þá held ég að Guðmundur rétti fram höndina. Það var rétt að fyndi að rétti fram höndina bara svona, já. Eitthvað svona muscle memory. Og það ekki við. 1-1. Gott hjá Vignir að koma tilbaka hérna eftir klöguleg mistök í fyrstu skákinni. Já, mikilvægt. Við svona teiknum að ganna upp þessa sviðsmynda. Ég myndi að þetta getur gæst, en já, riddari C3, hann beitt þessum daginn gegn borði. Já, svona telt hann á tímabili oft. Já, þetta svona, nú vantar mig íslenska orðið, þetta svona transpositional tool svona. Já. Þú skipti yfir í marga byrjanir með því að byrja riddari C3. Akkurat, eins og þetta teltist núna er kannski svona eina leiðin til að halda svona einhverjum riddari C3 brag á stöðunni. Einmitt. Þetta er eitthvað sem geti reynd að koma upp á franskri vörn með svona svartuleikur E6, D4 og svo E-peðinu aftur með einni reitt. En plan Vignis í þessari stöðutípu getur verið að leika D3 og jafnvel F4. Já. Setna meir, nýta þennan biskup á... Mér finnst hvítur átt fá alveg svona herrandi svona... Þessi biskup sterkur hérna. Já. Ég held hann íhugi jafnvel að eða leik henni að búti flottaritt. Að leika A3 eða A4 kannski. Já. Aha, Guðmundur hefur biskupin svona D6. Bremsar aðeins framar á FPS-ins. Vignir setur það bara riddaran á F3. Það finnir 3. En það sem er kannski gott... Jú, hann getur skakað B fyrir náttúrulega líka. Þannig að við verðum ekki ágjur af því eins og er. Ef riddar A5. Akkurat. Já, það sem er kannski gott fyrir hvítan eftir að hafa farið með hann riddar í þetta svakalega ferðalega er að riddarinn er tilbúin til þess að
blanda sér í einhver aðgerðar á kóngsvagnum mjög fljótt. Ég myndi svona halda Guðmundur færi varlega hrókara stutt í þessu, leiki jafnvel G6 eða eitthvað slíkt. Já. Setjum mennina aðeins og heppið út, geti Hvíti verið fljótur að leika riddara H4 og tróða svo riddara F5 og svo kemur F4 í kjölfærið og menn einhvern veginn standa. Já, einmitt. Standa mjög vel til sóknaraðgerða. Og hvað gerir Vignir þá? Drottning 1-7, er þetta einhvers konar? Ég ætla hann ekki bara að stinga upp í eina biskup og leika biskup í E6, er það ekki hugmyndin? Biskup E6 gæti verið hugmyndin, já. Hvað getur Vignir verið að hugsa hér? Þáttum ekki að lóða því, sko. Hann leikur A4. Er hann þá farin að spá í bara strax C4-ritinu ef hann leikur upp E6? Gæti verið að náttúrulega nýta sér hann með riddari D2 tilbaka. Hann leikur G6 eins og ég spáði. Valdar hann mikilvæg F5-ritt. Þessa mikilvæg ritti. Þeir eru báðir í þungum þöngum. Þessar ágætu menn. Þeir eru búin að nota eiginlega ótrúlega mikið tíma með að þeir eru vantarlega í svona 9. og 10. leik. Já, 8 leiki komnir. Já. Og merkilega mikil tímanótkun, já. Hann er 4. Og spurningum að fara aðeins að já, hann leikur H5, ég ætla að segja gefa í, já. Líklega ekki gott að hleypa þessu hvíta peð á H5. Guðmundur gæti séð fyrir sér að setja FB, setja F6 og Valdar þá alla reitina á kóngsvagnum. Ekki núna samt, gerir ráð fyrir að því að Guðmundur hótar að fara inn á F7 en mögulega H6, Valdar peði. Og þá kannski og F4 er að koma. Og þá kannski F6. Ég held að verði ekki á sig svona. Og Vignir Grettis eitthvað þarna? Já, menn ef hann leikur bara, ef hann rittar F3, þá hefði kannski bara komið biskup G4, reppun og svo jafnvel F5 í kjölfarið. Já, það var reyndar alltaf biskup G5 þar. Ég var að hugsa þetta HP, hvort það getur verið eitthvað svona. Það getur verið veikt. Það er aðteklisvægt að Guðmundur gæti drepið á H3 núna, en hann kýs að gera það ekki, hann leikur biskup E6. Ég held að það hefur líka komið sterkaldi grein að leika bara riddari G4. Hafa þar að því að ef við leikum F-peðin alltaf þá eigum við alltaf riddari E3. Einmitt. En núna er það kannski of seint að því að riddari G4 er kannski svara bara með F5. Og nú kannski stöðuleg hótun hjá Vigni að íta þessu F-peði áfram, brjóta upp peðakjöðuna, þannig að Guðmundur býður upp á uppskett og drottningum. F4, þetta er kannski sniður leikur. Hann hefur aldrei verið smeyk við það að Guðmundur að skipta upp á drottningum. Alls ekki. Vandamáli hér er að drottningurinn upp G4, Petra upp G4. Einmitt, og riddarinn klaufulegur. Og riddarinn klaufulegur og hefði þurft að vera F2 þá hefði komið Etribur F4. Þannig að Vignir skýtur inn Etribur E5 og losnar þá við þann kalla en að móti, já, tekið þarna, tekið með riddara. Tekið með peði þá hefði komið riddara fyrir 4. Nú er hún í G3. En nú gæti Guðmundur þess vegna drepið á F4 og leikir riddari E5. Ekki, hangi vel saman þannig. Riddararnir bindi þetta vel saman. Ef hann drepið riddarann ekki þá geti þessi riddari mögulega lauma sér inn fyrir á D5 einhver tíma. Já, það sé ekki best að taka hann og segja bara að vesti léttamaðurinn á borðinu er á G3. Ná ekki marga góða riti. Tek það samt fram að það er erfitt fyrir Vignir að hreyfa hann að riddara strax af F4-reitnum af því að hinn riddarinn er í uppnámi fyrir aftan. En nú má Guðmundur fara að passa sig, hann er komin niður í 15. Wow! Hann er rauður. Og Vignir er náttúrulega eins og við vitum alveg grjótharður á klukkunni. Var þetta ekki bara sniður leikur? Þetta setup er það bara fallið eða hvað? Ekki auðvaldað. Já, ég er enda að vera að vikina að ég mista algjörlega þessu. Ég líka. Og Vignir fórnar höndum eða einni hendi reyndar. En hvað er að gerast þegar hann drepa G6? Drepa G3, drepa H8? Það er einhverja flækjur. Hann tekur þarna, kennst riddarinn út. Riddari, nei. Ég skal ekki að segja. Ég hef hann kennst út í lagi. E2 hóttur. Já, herðu. Vignir mista þessu.
Hvað pistur H4, verðingilega G3 G6, ok, það samanleikur mörguleiti Rittara H2 möguleiki Hér þessum, en akkur ekki Rittara H2 Akkur ekki Rittara H2 Nei, hann gerði það ekki Þá hefði hann bara verið peði yfir Vissulega með kannski passiðan biskup þannig séð en Já En Samt liðsafli Peð alltaf peð og eitthvað Peð alltaf peð, sagði peðisinn En nú Vignir að snúa þessu hann hótaði rittarnum á G4 og ef rittarnir fer þá fellur peðið á E3 sýnist mér Já, betur nú rittarinn gætt fara á E5 En hvað þetta? F5? Rittarinn gætt fara á E5 Já, hann gætt fara á E5 Hóta á D3 E3 og har hún á D3 Ég skil þetta ekki Nei En það svo margt sem við skiljum ekki Já Já, kannski heiminn blár og okkur tefla með Berlínarvörn Þetta að hrynja hjá Guðmundi núna Já Tíminn fór eiginlega svolítið með hann, sýndi sem mér Já og ég skil ekki akkur hann skáka ekki bara H2 á hann Nokkuð D5, góðleikur og þá Vignir að taka yfirhöndina eftir Já, svona stormasama byrjun Rittari E2 stoppar allt, já á þessu einvígi og það spurning hvor hefur betra af þessari pásu núna? Já, eftir þessa skák þá kemur stutt pása Vignir að koma sér í 2-1 Ég held að Guðmundur gefist upp núna Gerði það ekki Það hefur enginn unni skáka að gefa hana Nei, það rétt Þetta virðist frekar þægilega úrvinnslega fyrir Vignir núna að íta miðbólspöðun sínum og það engin leið að stoppa þau Mér að tekja D6 bara for fun Já Og gefið 2-1 Vigni í vel og þetta þýðir að við förum núna í örstuttar auglýsingar leyfum keppendum að ná andanum Já og við komum aftur eftir skammastund kæra áhorfendur, ekki fara langt, ekki missa af endanum á þessu einvígi. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýpa. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta ferði ekki álgetur rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Manlow. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Þessi endar í netinu! Endalaust farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, komið sælir aftur kæra áhorfendur. Þeir að fylgjast með einvígi stórmeistarana Vignis Vatnars og Guðmundar Kjartanssonar og staðan 2-1 Vigni í vel. Hann byrjaði illa í fyrstu skákinni leikan af sér og Guðmundur vann, en Vigni kom sterkur tilbaka og vann 2 röð og þarf einungis 1,5 vinningi viðbútt til þess að tryggja sig áfram í 8 manna úrslitin. Já, hlutirnir svona gerðust hratt og það var ýmislegt sem gat gerst. Vigni leika af sér í fyrstu skákinni. Já. En á móti þá var Guðmundur fannst mér með fína stöðu í skák 2 þangað til hann leik sig í svona klaufalegan riddaragafall. Já, einmitt. Leikar rétt mjögust. Akkurat. Gaman að sjá hvað eru margir áhorfendur á þessum viðborði hjá okkur í kvöld. Náðum að bregða okkur hérna aðeins fram og heilsa upp á áhorfendur og þar eru gamlir og góðir félagar úr skákinni. Meðal annars úr skáksveit Rimaskóla, þeir eru Sigursælusveit. Já. Við sendum kæra kveður á þá. Á meðan býðum eftir að Vignir og Guðmundur hefileik í 4. einvígi skákinni. Og þar er það Guðmundur sem stýrir hvítumönnunum, en við regnast rétt til. Sáum D4 á hann og svona nokkuð hefðbundið drottningabrað með Janowski keim eins og og bendir rétt til á. Einmitt, heldur við sjáum Já, er það ekki. Guðmundur er svona hann getur enda brauðið sér í skerfi í byrjunum og hérna. Já, hann hefur alveg brauðið fyrir C4. Það er rétt. Sem og D4, C4, þannig að hver veit. Ég fannst nú byrjunum alveg hefnast ágætlega hjá honum. Þannig. Ég hugsa hann leiki E4 í þessari skák. Já. Við skulum fá skákinu. Sjáum hvað gerist. Já, hann hefur leikið E4. Já, Það er frönskuörn. Veistu eitthvað eirað hann var það bara gott gisk? Já, þetta var gott gisk. Já, vel gert. Það er frönskvörn og Vignir drepur á E4. Hann heldur áfram að já, þó. Við sáum hérna hann er að auglýsa vignirvatnar.is að einhverju leyti þar sem hann er að mæla með frakkanum, en ég er ekki veist sem að segja að mæla með þessa bara. Jú, byssu G5 þá verður að drepa E4. Hvað segirðu? Já, þetta svona snýst yfir í það sem kallað er ekki Rubinstein afbrigði? Jú. Já, hann er einn góður stórmeistari sem við höfum oft vitnað til áður sem hann kallaði þetta afbrigði harðurlífið fyrir svartan. Já. En þarna fellur maður eða hvað? Býtu, ha? Er þetta eitthvað að grína? Drottning Ari 5 og það er biskup í hafið. Nei, þetta er ekki orð, sko. Já, þetta kom. Það var B4. Og bara gaf. Nei, þetta var Já. Við erum ég er bara eiginlega orðlaus, sko. Og riddari C3 aftur. Já, við erum báðir orðlausir og Vignir fær sér sofa á kollab og glottir. Já, þetta hérna við náðum ekki eins og tala Nei. Georg Mægir og Nei, náðum ekki hvað hann var í statur í heiminu núna. Náðum ekki segja neinar af þessum sögum sem voru búin að læna upp í hausnum hann. Georg Mægir svona ég helst í sérfræðingur Rúbinsteins afbrigðisins. Já. Sem er náttúrulega svona jú, jafna tabli en þetta er svona hálfgert svona Petrov Berlínar útgáfan af frakkanum. Já. Bara halda jafntöflinu. Já, einmitt. En þetta er nú samt alveg tröstabrið. Það er ekkert að því, sko. Nú er þess komin upp áhuga staða þar sem að Guðmundur hefur val að skipta yfir í svona klassiska síkilegvörn, leyfa E4 sem að Vignir velur. Já, hann Vignir leikur ekki E4. Með biskupinn á G2. Þetta er svona hálfgerð síkilegvörn ef hvítur leikur E4 einhvern tíman. D5 girðir fyrir þann möguleika hvíts. Já, hann er bara það er yfirleitt svona thematíski leikurinn að leika D5 á getur tekið mig bara Það er rétt. Lenti svipar aðstæðum daginn Mikael Bjarka, það leik D4 fannst bara að snemma og ég leik strax D5 það var ekki með peð og E4 og C4 það komið svona þaumalputtaregla. Já, pressa riddarann riddar F6 bara, ég meina, getur ekki verið neitt að svolítið stöðni passa bara að sig ekki skáka á A4 Einmitt. Það vonda við að leika svona illa á sér í svona stutt einvígi er maður að fara að efast svona. Já, þetta er svo rosa dýrt hver einasta skák, svo rosalega verðmætt. Og í raun og veru er tímanotkunin akkurat núna ekki góð hjá Guðmundi, hann er komin alltof langt á eftir í ekki flóknara stöðu en þetta, sko. Já, svona bendi til þess að sjálfstöðstöð hefur tekið smá högg hérna. Já, þetta en hvítur ekki með neinn peð á miðborðinu og Vignir hlýtur að vera að velta fyrir sér hvort hann geti brotið upp miðborðið með E4 einhvern tímann. Alla núna, Nei, líklega ekki. Ekki láta. Hann gerir það. Tróð þessu upp mig. Ég var að spá, teki og E4.
með peði. Guðmundur hefur nú alltaf verið duglegur að borða peð ef honum boðið upp á þau. Nú spurningin, byrsturbreyð fyrir peðtekur, dráning G4 eða biskup A3? Nei, Vignir ekki sátt á sjálf og segja hana, finnst mér. Leikur hann kannski bara biskup A3 og skilur sér peð eftir og fer svo með drottningunni eitthvað flakk. Eða hvað? Það er möguleiki. Gallinn samt fyrir Vigni að þessi riddari getur mögulega að hörfa hérna á D6 og loka bara línunni. Þannig gert honum kleift að hrókara. Við tökum eftir því að eftir biskup A3 þá ólöglegu leikur fyrir svartana að hrókara stutt, það má ekki fara yfir línuna. Já. En hann yrði að loka fyrir fyrst. Við erum yfirleitt ekki að gefa svona peð í byrjuninni með að fá okkar bætur og hér væru okkar bætur ef við höldum kongnum föstum á miðborðinu, en eins og Björn bent á næra leika riddari D6 og hróka þá voru þær bætur ekki fyrir hendi. Hvítur reynda með biskupaparið upp í þetta. Já. Er Guðmundur að spája í eitthvað peð núna á C3 eða hvað? Hann hefur örugglega velti fyrir sér. Hann leikur Finnur 5. Það valdar ég valda riddara sem þurftu nú ekki að valda. Hvað var ekki fyrir hann? Ætlar hann að konginu F7 og hróka þannig? Gæti verið kemur upp fyrir drottning G4 líka en... Jú, það er reyndar fyrrpunktur sem ég var ekki búinn að átta mig á. Samt svolítið óvenjulegt. Já. Fannst hann ekkert endilega þurfa að gera þetta en alltaf að Vignir hugsa nú þarf hann að sína fram á að það hefur verið rétt ákvörðun að fórna þessu peði. Félaga. Ég myndi halda að kongur F7 sé bara leikurinn í stöðinni. Ja, það hefur náttúrulega, Guðmundur hefur náttúrulega mjög oft kosið að fara út í svona afbrigði þar sem hann tekur peð og hangi sér á því. Já. Ég get svona nefnt, eða svona ýmsa stöðu sem kom upp í hugan, til dæmis hérna triangle systemi með C6, E6, tekur peð og gefur mjög mikið spil og þetta er svona gera á því hann hefur telt hann í stöður. Hendar hann ágætlega að sitja í skotgröfunum og hanga á peðum. Já. Var það ekki skákmaður sem náði mest 2695 eiginlega stöðum sem var hrifinn af þessu líka? Viktor. Já. Viktor Lovic, Kortsnói. Það er svona fylgir þessu eins og að kalla á ensku stubborn defense. Já. Það var svona verjast af einhverju þrjósku. Svo var Anna sem kallaði sjálf og þetta mikið þar skáklýsandi. Well, I'm just an old pawn grabber. Já. Það er jastur okkar sér á hann. Einmitt. Það er ekkert að því að geta peðin og láta anstæðingin sína. Akkurat. Sína fram á bætunar því að. En það er eitt sem ég hef ágjör af fyrir hönd Guðmundar núna og það er hann komin niður í 30 sekundur. Já. Vignir reynda komin í 1:12. Það er ekkert eitthvað. Já. Ekkert súper tíma að fá skot en tímin er 25:4. Þetta er allt of lítið. Já. Og Vignir er nú þannig skákmaður að hann er líklega til þess að refsa fyrir svona tímanotkun. Gæti verið fljótur að flengja hittuna við. Hérna, ef þú leikur greiðulega leika sem biskup D7 þá kemur bara F fyrir H4 kalli hafið, sko. Athyglisvert. Hann hafa valda D6, rittarinn kemst núna tilbaka á D6. Rittarinn á flóttareit. En eins og Ingvar segir, það er svona, þetta er svona plan sem að kallar á mann en þá kemist rittarinn ekki á D6-reitin. Sér 4, allar að... Vignir er búinn að fórna öðru peði til viðbótar. Var hann kannski full mikið að tefla upp á tíman þarna eða hvað? Ég meina, svartur aðeins að ræða til núna og... Mislita biskupar og kongurinn ekki alveg að vera mát þarna á F7 þegar mönnunum fækkar. Já, hvítur ekkert að búa til neina svona sérstakar hótanir. Nei, ég held að þetta sé nú bara mjög fínt á Guðmund. Já, nú kemur biskupar bara út og svartur hangir að peði. Hann gæti séð fyrir sér svona biskupar að stórveldi í framtíðinni. Já, ef eitthvað er þá er það bara svartur sem að fara hættur í stöðu. Þannig að ég held að Vignir verður nú bara bítið það súra epla að sætta sig við endartabli sem hann gerir ekki. Athyglisvert. En hérna þetta leik af sér eitthvað D4 okkur átt að mát. Já. Gerir það ekki G6. Biskup H3. Já. Tjaldið. Já, kortur í tjaldið held ég. Vignir hristir hausinn. F3, drepið, virðisstrókur, D2, biskupin onni og A3 allt í skrelli á kvítum. Já, þetta er bara búið. Ekki. Og sér það bara Vigni. Mögulega kannski aðeins værukjær þarna býð nú við. Hvað er að gerast? Er ekki biskup í uppnámi?
Guðmundur tæpar á tíma, Vignir 5 Vignir með smá mótspil, hann kemst inn á Esju með drottninguna hugsanlega. Betur drottning hvað? Já, betur hann notar Hróku D1, Hróku D4. Ok, wow. En, þetta var kannski, en ok, versus að vinna mann, ég veit það ekki. C3, hann ekki bara að krúta yfir sig hérna? Hvað í gangi? Vignir tekur bara allt sem hann rétt. Hvað var maðurinn að gera? Máta hafa það? Mát, já, kæru áhörendur. Þetta snerist riðið þarna hjá Gumma. Já, þetta snerist hratt. Guðmundur var komið yfir höndina og virtist vera að koma sér inn í þetta aftur. En Vignir sigrar loka tölur 4-1 Vigni vil og hann fer áfram í 8 manna úrslitin. Þar með 16 manna úrslitum lokið. Já. Og það þýðir að það orðið ljóst hverju mætast í 8 manna úrslitum sem að fara fram 9. og 16. mars. Já, framöndan svona skáktörn og ýmis mót, þannig að við erum ekki aftur á dagskrá fyrir en að... Já, það smá pása hjá okkur. Já. En við sem sagt fáum 4 einvíi í 8 manna úrslitum. Það sem sagt einvíi stórmeistarana Braga Þorfinnssonar og Hannesar Hlífars. Það eru alþjóðlegu meistararnir ungu mennirnir Alexander Dómaldsuk og Hilmir Freyr sem mætast. Vignir sem var að komast áfram mætir Símoni Þórhaldssyni sem komast áfram líka. Og svo það stórmeistarinn Helgi Ólafsson sem mætir engum öðrum en Ingvari Þór Jóhannesinni. Já, það ætti ekki að gera þetta auðvelt fyrir mig að kenna þessu strákum eitthvað í þessu. Með þú stendur svo vel í lýsenda hlutverkinu að menn eru bara að reyna að losna við. Ef ég vinn Helga þá er búið að skrifa handritið þannig að þeir henda Vigni mér næst. Já, akkurat. Ég verð neyðist til að lýsa bara. Einmitt. En það verður gaman að fylgjast með því. Smá pása hjá okkur og við sjáumst aftur 9. mars í 8 manna úrslitum. Ég vona að þið verðið með okkur þá. Við þakkum fyrir okkur í kvöld. Það verður Collab, Síminn, Ljósleiðarinn og Lengjan sem styrktu þessu útsendingu. Ég heiti Björn J. Karlsson og með mér í kvöld var eins og svo oft áður Ingvar Þór Jóhannsson. Takk fyrir okkur í kvöld. Verið sæl. you